Ágætu bæjarfulltrúar og gestir. 589. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómahöll 19. maí 2020 er settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Margrét Ólöf Sanders og Gunnar Þórarinsson og sá sem að hér stendur Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni. Það er töluverð dagskrá sem liggur fyrir fundunum í dag. Fyrst skal nefna fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. maí 2020, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. maí 2020, fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 7. maí 2020, fundargerð fræðsluráðs frá 8. maí 2020, fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. maí 2020, fundargerð velferðarráðs frá 13. maí 2020, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 14. maí 2020 og síðast en ekki síst þá er hér fyrsta umræðum ársreikningi Reykjanesbæjar og stofnana hans 2019 sem er 8. liður á dagskrá. Og okkur er ekkert á vandbúnaði og hefjum hér dagskrána og opna í mælendaskrá varðandi fyrsta mál á dagskrá sem er fundargerð bæjarráðs frá 7. og 14. maí og orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Og Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Velkomin í pontu, Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 5 í fundargerð bæjarráðs frá 14. maí, viðbrögð við efnahagslegum áhrifum, auknu atvinnuleysi vegna COVID-19. Ég ætla að koma hér og leggja fram tillögu frá Miðflokknum og ég óska eftir því að bæjarstjórn samþykkir að hvetja ríkisstjórnan til að standa með Reykjanesbæ í uppbyggingu í atvinnumálum á Suðurnesjum. Og tillagan er svohljóðandi. Í nýrri skýrslu starfshópsins stöðu sveitarfélaga á Suðurnesjum á vegum samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins kemur meðal annars fram að þörf sé á samstilltu átaki og grípa þurfi til öflugra varna gegn þeirri stöðu sem komin upp er vegna algjörs hrun í ferðaþjónustu og starfsemri tengdri henni. Taka ber heilsögur undir þetta enda tölur atvinnuleysi á Suðurnesjum og í Reykjanesbæ mjög alvarlegar. Þegar svo er komið að 4. hver íbúi í sveitarfélaginu er án atvinnu ber stjórnvöldum að bæjarstjórn að leita allra leiða til þess að draga úr fordæmalausu atvinnuleysi. Borist hafa fréttir af áhuga Atlantshafsbandalagsins NATO á uppbyggingu Helguvík fyrir milljarða króna og að utanríkisráðherra hafi lagt til að það yrði liður í auknum framkvæmdum hins opinbera á Suðurnesjum vegna áhrifa heimsfaraldursins. Yrði að framkvæmdum myndi það hafa veruleg jákvæð áhrif fyrir svæðið. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hvetur ríkisstjórnina til að standa sameinuð í baráttunni gegn þeirri alvarlegu stöðu sem upp er komin og í atvinnumálum á Suðurnesjum og útiloka ekkert í þeim efnum. Ég óska að þetta verði bókað og ég ætlast til að allir bæjarfulltrúar komi til að kjósa þessa tillögu. Takk fyrir. Já, orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, þessu Friðjón. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að fara í fundargerðirnar í bæjarráði og ætla að byrja á fundargerð 268. En það eru nokkuð mál sem ég vil aðeins reifa. Í þessari fundargerð var farið yfir helstu viðbrögð við efnahagslegum áhrifum og auknu atvinnuleysi vegna COVID og bæjarstjóri kynnti málið og lagðar voru fram aðgerðir á sviði mennta og starfsendurhæfingar og vil ég sérstaklega minnast hérna á samstarf á sviði menntamála en það sem menntastofnunar á Suðurnesjum hafa tekið sér saman og kynnt í einu skjali þá möguleika sem standa íbúum til boða og verðum að gleðjast yfir því hvað menn hafa unnið vel saman og hvað þetta gekk vel og er þetta núna komið fyrir sjónir almennings
en það eru mjög margir möguleika fyrir fólk að sækja sér menntun bæði núna í sumar og svo í haust. Þennan dag þá var kynnt samdi bæjarráð nýja fráveitu hreinsustöð og að ganga til marksamninga fullnaðar hönnun sem mjög gleðilegt. Við erum búin að vera að hugsa þessa stöð ansi lengi og þetta mun að sjálfsögðu hafa áhrif á vinnumarkaðinu hérna á Suðurnesjum og sérstaklega hérna í Reykjanesbæ, en stefnt að því að útboðsgögnin veri tilbúin fljótlega og þetta fari í útboð. 5. mál á þessum fundi var nýtt hjúkrunarheimili, en þar samþykkti bæjarráð samhljóða að ganga til samninga við sjómannadagsráð vegna verkumsjónar á nýju hjúkrunarheimili sem verður sambyggt núverandi heimili við Njarðarvelli. Og ánægjulegt að við getum haldið áfram þessu samstarfi við sjómannadagsráð og eru mikla vonir bundnar við það. Það sem annars ég ætla að nefna að þessu fundi var að ósk formanns bæjarráðs þá var bætt við einu máli á þennan fund sem var samþykkt samhljóða, en það voru laun kjörinna fulltrúa hjá Reykjanesbæ. En þar var samþykkt samhljóða að laun kjörinna fulltrúa verði ekki hækkuð á árinu 2020. Þetta var samþykkt samhljóða og vil ég þakka kjörnum fulltrúum fyrir samstöðuna í þessu, en þetta er annað ári í röð sem kjörnir fulltrúar taka ekki hækkun. En þessar hækkanir átt að vera og miðast til launavísitölu, en það var ákveðið að hækka ekki launin. Það er mjög ánægjulegt að bæjarfulltrúar skuli standa saman á erfiðum tímum og sýna dálítið frumkvæði með þessu. Þetta er ekki mjög algengt að sveitarstjórnir gera þetta, en við höfum gert þetta núna 2 ár í röð og þetta er að með minni 3. skipti á síðustu 6-7 árum sem við gerum þetta. Nú á fundi bæjarráðs 14. maí voru nokkur stór mál tekin fyrir og vil ég nefna nokkur hér. Það er kannski í fyrsta lagi að það eru viðbrögð við efnahagslegum áhrifum og auknu atvinnuleysi vegna COVID. Nú hafa verið sett í gang ansi mörg verkefni sem við höfum rætt hérna áður í bæjarstjórn. En með leyfi forseta þá langar maður aðeins að lesa hérna upp. En þar segir meðal annars að bæjarráð samþykki samhljóða eftirfarandi bókun vegna úrræða stjórnvalda sumarátaksstörf fyrir námsmenn. Bæjarráð fagnar úrræði stjórnvalda og lýsir yfir ánægju sinni með þann fjölda starfa sem ráðstafað hefur verið til sveitarfélagsins. Bæjarráð samþykki jafnframt að veita allt að 78 milljónum króna til að standa undir hlut sveitarfélagsins á kostnaði við úrræðið. Á sama fundi var einnig bókað: Bæjarráð samþykkir að bjóða ungmennum fæddum árið 2003 til starfa í Vinnuskóla Reykjanesbæjar árið 2020. Bæjarráð samþykkir jafnframt að ráðstafa allt að 75 milljónum króna til að standa undir kostnaðarauka Vinnuskólans vegna þessa. Í heildina erum við að tala kringu 600 störf sem sveitarfélagið er að leggja hér til og áætlum á kostnaður vegna COVID-verkefna núna að síðan 600 milljónum sem þegar er búið að samþykkja aukalega hjá bæjarráð og bæjarstjórn. Þetta gengur allt eftir. Fyrir utan þá er framkvæmdir sem áður voru fyrirhugaðir í sveitarfélaginu. Í lokin vil ég nefna á bókun sem bætt var við. Það var 12. mál, en þar hafði komið tillaga inn til bæjarráðs að samþykkja að aðgangur verði ókeypis í söfnin í Reykjanesbæ frá 1. júní til 31. ágúst og var það samþykkt samhljóða einnig. Orðið laust. Margrét Sanders hefur hvað sér hljóðskir, svo Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil taka undir orð formanns bæjarráðs, Friðjóns Einarssonar, varðandi sem að hann ræddi undirlið 5 á bæjarráðsfundi 14. maí síðastliðinn og það er viðbrögð vegna COVID.
sviðstjórar eða Þórdís, forstöðumaður Súlunar, Sigurgestur verkefnastjóri viðskiptaþróunar og Guðlaugur Sigurjónsson, sviðstjóri, ásamt fleirum, og á fundin komu líka Gunnar Víðir Þrastason og Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir, en þar fóru þið yfir einmitt frábæra skýrslu sem þau unnið og Friðjón eða formaður Bæjarráðs las einmitt bókunina þar sem að við vorum að fagna úrræði stjórnvalda og hann nefndi að Sigurgestur í kynningu sinni að það hefði verið athyglisvert að það sem lagt var upp með voru 307 eða 308, þeir voru 307 eða 8 störf eins og hann sagði og það var allt samþykkt. Og það er ánægilegt að það sé verið að standa með okkur og eins og hann Friðjón nefndi réttilega að síðan er bærinn að koma með ansi mikið fjármagn og mikil vinna hefur verið unnin hjá starfsfólki bæjarins varðandi önnur störf og fyrir aðra hópa heldur en þessi þetta úrræði ríkisins nær til. Ástæðan fyrir að mér finnst ástæða til að nefna þetta er að vegna þessa góðu vinnu sem var gerð hjá starfsfólki bæjarins, vegna þess hversu vel þetta er framsett, vegna þess hversu faglega þetta var unnið, þá var þetta samþykkt. Það er akkurat þannig sem við verðum að nálgast verkefnin því að ég tel og við teljum að stjórnvöld muni standa með okkur ef að við vinnum svona áfram og bara áfram við öll sumul. Það er laust. Margrét Þórunnsdóttir hefur hvað til ljós. Virðulegi forseti, aðrir viðstaddir, ég vil taka undir hér orð með formanni Bæjarráðs Friðjóni og jafnframt Margréti Sanders lið 5 í fundagerðinni, en það er virkilega ánægilegt að sjá að öll bæjarstjórn skuli standa saman og einhugur ríkti að samþykkja þessa tillögu. Og ég vil hrósa öllum sviðstjórum í Reykjanesbæ fyrir virkilega vel unnin störf. Takk fyrir. Já, orðið er laust fundagerð Bæjarráðs. Anna Sigríður Jóhannesdóttir, gjörðu svo vel, velkomin. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Kemur undir lið 6 í fundagerð frá 14. maí. Ég ætla að fá að lesa hérna upp bókun sem Margrét Sanders lagði fram. Á fundi Íþrótta- og tómstundaráðs þann 14. apríl síðastliðinn var farið yfir stöðu íþróttahreyfingarinnar í Reykjanesbæ á tímum COVID-19 og fulltrúar þeirra fóru þar yfir skýrslu sínar. Staðan er vægast sagt svört. Á þeim fundi bókar ráðið eftirfarandi. Íþrótta- og tómstundaráð þakkar fyrir góða kynningar og minnir á mikilvægi þess að standa vörðum íþróttastarf sveitafélagsins og að hvergi verið slaka á stuðningi við íþróttahreyfinguna okkar. Sveitafélagið, ríkið og þau fyrirtæki sem eru aflögufær verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að svo verði. Mikilvægt er að Reykjanesbær stígi sterkt inn og styrki íþróttafélögum fjárhagslega þannig að þau neyðist ekki til að draga úr starfsemi. Ákvörðun styrk þarf að liggja fyrir sem fyrst. Þetta bókar Margrét Sanders Sjálfstæðisflokknum og ég styð þetta og ég svona velti fyrir mér öll þau störf og allt þetta sem er búið að vera að ræða hér á undan varðandi stuðning við ungt fólk. Þetta er líka störf sem snúa að íþróttahreyfingunni. Þetta eru fullt af störfum sem snúa að mörgum íþróttagreinum sem munu hjálpa íþróttafélögunum í sumar til að halda góðri starfsemi. En við vitum öll að það eru gríðarlega margir sjálfboðaliðar sem hafa komið að íþróttahreyfingunni okkar og þeir skipta hundruðum. Og ég vona svo sannarlega að sem flestir sjálfboðaliðar taki þátt í íþróttastarfinu í sumar eins og það er gert bara á undanförnum árum. En það er mjög mikilvægt að Reykjanesbær komi inn í íþróttahreyfinguna með eitthvað fjármagn og hjálpi til. Og ég er ekki hérna upp í pontu að segja að við þurfum að draga úr annarra þjónustu fyrir einhverja aðra hópa til þess að bjarga íþróttahreyfingunni.
en við þurfum að gera eitthvað til þess að geta haldið áfram að kalla okkur íþróttabæ. Orðið er laust. Gunnar Þórarinsson eitthvað til hljóðs. Gjörðu svo vel, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar aðeins að koma inn á það sem að var hérna í upphafi. Það er að segja að Margrét Þórarins lagði hérna fram bókun sem fjallar einmitt þetta mál sem að varða NATO. Nú er þannig mál með vexti að á þessu síðasta fundi, bæjarráðsfundi, þá var farið aðeins yfir stöðuna og meðal annars talað ferðaþjónustu og reifa svona hvað það er hægt að gera í þeim efnum. Eitt fannst mér vanta, af því að ég hef nú farið víða og tekið með mig fólk sem að bæði fjölskyldu mína og vinni og vinnufélaga, að ein eftirminnilegsta ferðin er ferð upp á flugvöll. Við fórum í hittifyrra í leiðangur þangað og það voru einir 20 manns sem að voru með okkur í þessu og fórum yfir alla stöðuna alveg frá því að herinn kom hérna fyrst í seinni heimsstyrjöldinni, fyrst Bretar og síðan Bandaríkjamenn, og það var mjög áhugavert að fara yfir þetta og menn voru alveg á því að þetta væri stórmerkilegt og athyglisvert að hafa séð öll þessi mannvirki sem við höfum fengið þannig á sínum tíma þegar herinn fór. Leiðsögumanni sagði okkur frá því að hann hefði farið með hóp Reykvíkinga, embættismann og annara þarna uppbyttir af sömu erindum að skoða völlin og við þetta fyrir sér. Fórum stóran hóp, 30 manna hóp. Það voru nokkurir svona aðilar sem hefðu gengið Keflavíkurgönguna á sínum tíma og eftir ferðalagi þá vildu þeir koma því á framfæri að þeir vildu biðja afsökunar á því að þeir hefðu verið að labba þessa leið. Já, það var alveg augljóst að við höfðum fengið talsvert út úr þessu. Ekki bara það að fá peninga, heldur líka barnirnar sem að skiptir þetta öllu máli. Því að það lá alveg fyrir að Þjóðverjarnir voru að reyna að komast hingað og leggja undir sér landið. En þetta er nú bara svona inngangur. Varðandi þetta mál sem að verður að fjalla hérna í Helguvík, þá snýst þetta náttúrulega ekki peninga endilega, heldur fyrst og fremst varnir. Við erum í NATO og markmiðið er að verja Norður-Atlantshafið og samfélög sem eru á þeim slóðum. Það að þessu gætu fyllt peningar eða þetta allt í lagi, en það er náttúrulega bara spurning sem við þurfum að leggja fyrir okkur og koma á framfæri líka, að þetta er auðvitað besti staðurinn til þess að vera og til þess að verja þetta svæði. Og það var auðvitað augljóst þegar að herinn kom hérna á sínu tíma í seinni heimsstyrjöldinni, þá völdu þeir stað að gaumgæfni, stað sem var langhentugastur fyrir þetta varnar samstarf. Og niðurstaðan var auðvitað svo að þeir voru hérna alllangan tíma, en auðvitað hurfu á brott á sínu tíma og eins og ég sagði, við fengum nú allt að taka því öllu saman sem var bara okkur til bjargar í raun og veru í kreppunni síðustu. En ég vil sem sagt ekki fara að
skrifundir eitthvað að samþykja eitthvað sem snýst bara peninga. Þetta snýst auðvitað fyrst og fremst varnir okkar. Bara líkt og einstaklingur, hann vil tryggja það að þjófar komi ekki inn í húsið, þá gera hann einhver ráðstafinni til þess að útiloka það, þjófavarnir eða hvað hann nú heitir, og þetta bara eitthvað svipað. Og við höfum að passa okkur á því að vera ekki að blanda peningum í þetta. Þetta besti staðurinn og við höfum að vekja athygli á því. Voru þið laust fundarkeri bæjarráðs, fleiri sem vilja taka til máls? Guðbrandur Einarsson hefur hvað til ljós. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru sérstakir tímar sem við erum að upplifa og það að allar þær áætlanir sem að menn og konur lögðu sig fram að gera hér fyrir áramót, að þær skuli allar vera upp í loft, eru þetta nýjung. Við erum að samþykkja breytingar á hverjum einasta fundi. Við erum að samþykkja útgjöld upp á 100 milljóna. Á sama tíma erum við, eða vitum við, að tekjur munu dragast mikið saman. Og miðað við spá Byggðastofnunar á tekjufallis bæjarsjóðs Reykjanesbæjar, þá gæti það orðið í kringum 15%. Og það þá vel á 3 milljarð ef að það yrði sem að tekjur dragi saman, fyrir utan það að útgjöld munu aukast verulega og eru þegar farin að aukast. Formaður bæjarráðs benti á það hér áðan að við erum nú búin að samþykkja verkefni fyrir ungt fólk upp á 600 milljónir og það auðvitað bara snýr þessu á hliðina og við þurfum að vera vakandi, en mér finnst einhvern veginn sko að þetta vera þannig og snúa þannig að mér að við verðum bara að gera allt sem þarf. Við erum í einhverju ástandi sem að við höfum aldrei upplifað áður. Menn ætla sér að reyna að fara að opna landið hér miðjan næsta mánuð. Það geti þýtt að einhverjir ferðamenn komið til landsins, en það algjörlega óljóst. Hvort það verður brot af því sem það áður var, veit maður ekki. Hvort það verður einhverjir, veit maður ekki. Hvort við fáum aftur topp í COVID-19, veit maður ekki heldur. Þannig að þetta svona svolítið að lifa í núvitundinni þessa dagana. Við verðum að passa okkur á því hvað við erum að gera og fylgjast vel með og vera varkár og reyna að gera okkur besta í þessu ástandi. Nú, ég veit ekki hverju það voru sem báðu Gunnar Þórarinsson bæjarfulltrúa afsökunar á því að hafa gengið Keflavíkurgöngu. Ég ætla ekki að gera það. Mér þótti það vera mikill heiður að ganga slíka göngu á sínu tíma. Og mér þykir það í raun og veru enn. Þó ég skilji eðli samstarfs frið, þá skilji ég ekki tilgang stríðs og hef aldrei gert. Nú, við erum þarna að velta fyrir okkur tillögu sem að bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsson hér að leggja til og leggja fram. Gunnar hefur nefnt að hann sé ekki tilbúin til þess að samþykkja einhverja svona hluti á bara peningalegum forsendum. Og ég bara sammála honum þar. Við heyrðum umræði inn á þingi í gær. Þar var verið að ræða annars vegar, eða rökin voru annars vegar þau frá formanni Miðflokksins að þetta sneri að fólki á Suðurnesjum sem geti fengið vinnu við þetta, og síðan frá formanni Viðreisnar það að þetta væri varnar- og öryggismál. Og þannig myndi ég vilja nálgast þetta. Þetta varnar- og öryggismál og þess vegna á þetta ekkert heima hér. Ég ánægður með að við skulum sjá það að verið að ræða þetta mál inn á Alþingi. Þar á þetta heima. Þegar að niðurstaði komin þar, þá rétt og eðlilegt að við tökum þetta upp á til okkar og skoðum
það sem að okkur snýr þegar að því kemur. Þangað til er ég ekki tilbúin til að samþykkja eitt eða neitt einhver verkefni NATO hér á þessu svæði. Ég vil líka bara minna á það að fyrir einhverjum bæjar stjórnarfundum síðan, tiltekið 7. apríl, þá var samþykkt bókun einmitt atvinnumál og þau verkefni sem að við teljum að ríkisstjórnin geti ráðist í hér á Suðurnesjum. Hún spannaði heila blaðsíðu þessi bókun og allir bæjarfulltrúar skrifuð undir þá bókun. Mér finnst og ég tel að svo bókun rammi algjörlega inn okkar skoðanir og okkar vilja í atvinnumálum og öðrum þeim efnum er snúa ríkisstjórninni og ég þarf ekki aðra tillögu til. Ágætu bæjarfulltrúar, með leyfi fundarins þá langar mig að gera einnig grein fyrir atkvæði mínu gagnvart framkominni tillögu. Ég segi nú bara mikið er vald bæjarstjórnar Reykjanesbæjar ef við erum búin að taka utanríkismál þjóðarinnar í fangið og höfum allt það að segja hvernig þeim er stýrt. Svo er ekki. Ég fagna sjálfsögðu mögulegri uppbyggingu á Suðurnesjum og langar í þessu tilliti einmitt að vísa til þessara bókunar sem að bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson nefndi hér áðan. Það stendur meðal annars: bæjarstjórn hvetur því ríkisstjórnina til þess að beita sér strax fyrir leiðréttingu ríkisframlaga til stofnana á Suðurnesjum og flýtingu framkvæmda eins og kostur er. Hort verði til þeirra verkefni sem þegar hafi verið kynnt fyrir ríkisvaldinu, auk verkefna á sviði öryggismála, menntamála, samgangna og heilbrigðismála sem ráðast má í með skömmum fyrirvara. Ég fylgdist vel með þessari umræðu á Alþingi í gær, enda kom hún fyrir í báðum fréttatímum Stöðvar 2 og einnig Ríkissjónvarpsins. Og þar tek ég bara undir málflutning forsætisráðherra að málið var stuttlega reifað í ríkisstjórn. Það er engin tillaga sem liggur fyrir þar. Þannig að ég held að við séum kannski komið svolítið fram úr okkur að ræða þetta mál hér. En samt sem áður auðvitað liggur fyrir að ég held öll bæjarstjórn Reykjanesbæjar fagni því ef að úr verður en málið er bara einfaldlega ekkert á þeim stað í dag. Við vitum ekkert hvað sú tillaga felur í sér eða hvort yfir höfuð hún sé fjármagnuð. Það bara liggur ekki fyrir. Þannig að á þeim forsendum þá mun ég greiða atkvæði gegn þessari tillögu. Ég held að hún sé kannski að einhverju leyti á misskilningi byggð. Ég hef allavega ekki fengið formlega kynningu á neinum hugmyndum af hálfu utanríkisráðuneytisins gagnvart slíkum hugmyndum hér. Það eru þetta eðli málsins samkvæmt alltaf samstarf í gangi á milli ríkisins og varnarbandalagsins, NATO. Og Íslenska ríkið greiðir inn í það samstarf árlega og tekur virkan þátt í því. Og Landhelgisgæslan sem hér er staðsett á Ásbrú tekur virkan þátt í því og hingað koma til að mynda erlendir herir reglulega til að sjá loftvarnir hér á svæðinu og þetta er sjálfsögðu atvinnusköpun sem skiptir okkur heimamenn miklu máli. En það er í hendi og er þekkt og er vitað. Komið til þess að NATO eða eftir atvikum Bandaríkjaher ætli sér að fara hér í stórfellda uppbyggingu í varnarmálum, þá er ég alveg sannfærður það. Það myndi skipta litlu máli hverjir sætu í ríkisstjórn Íslands á þeim tíma, að það yrði alltaf rætt ítarlega á Alþingi Íslendinga, áður en að málinu yrði vísað þá í hérað. Þannig á þeim forsendum þá ætla ég að greiða atkvæði gegn þessari tillögu og vill, eins og Guðbrandur Einarsson
benda á sameiginlega tillögu sem nú þegar komið fram. Þýðir það að ég ætli sem bæjarfulltrúi að standa í vegi fyrir mögulegri uppbyggingu að hálfu NATO einhver tíman í framtíðin ef hún einhver tíman kemur fram? Sjálfsögðu ekki. Ég trúi á vestrænt samstarf, tel það mikilvægt til öryggismála og við vitum það að það skiptir miklu máli fyrir íslenska þjóð að standa með okkar vinaþjóðum í bandalagi ef að ógnir steðja að. En við okkur blasir fordæmalaus staða í efnahagsmálum og við megum ekki missa það út úr höndunum með því að ýta af stað einhverjum hlutum sem að við vitum ekki hverjir eru eða rasa ráð fram í því. Við þurfum fyrst og fremst að reyna að tryggja hér innviði á Suðurnesjum á þessum tímapunkti. Komið til þess einhver tíman á næstu misserum eða árum að mótaðar tillögur komið frá ríkisstjórn varðandi uppbyggingu tengt NATO, þá mun ég ekki standa í vegi fyrir því. En að þessu sögðu þá langar mig að gefa orðið laust. Baldur Guðmundsson hefur óskað eftir orðinu. Gjör svo vel, velkomin í pontu, Baldur. Já, takk fyrir það. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla þá að gera grein fyrir mínu atkvæði sem komin á það stig í málinu. Ég styð þessa tillögu og styð verkefnið. Það er fullt af verkefnum sem að ríkið sér og þó nokkað verkefnum sem að við sjáum Þessi verkefni heita menntamál, samgöngumál, félagsmál, heita ýmsum nöfnum. Stundum skarast þetta og stundum ekki. Oftast þó þetta alveg fullkomin skörun að málin fara saman hvort sem þeir eru rædd inn á Austurvelli eða í sveitarstjórnum. Og hingað til höfum við hér í sveitarstjórn tjáð okkur alls konar mál þar sem að þessi hlutir skarast og það sem við erum að tala eitthvað sem að snerti það sem við erum að gera og það sem ríki er að gera með okkur, jafnvel. Við erum að skipta okkur af til dæmis heilsugæslinu og þið í meirihlutanum settu í gang heila nefnd til að veita því verkefni svona brautargengi og styðja það. Það er heilsugæslan. Málefni sem kemur okkur ekkert við og hefur stundum verið rætt. Okkur kemur þetta ekkert við. Við hefum getið að skipta okkur að þessu. En þrátt fyrir það erum við búin að tjá okkur þetta margoft. Ályktanir bæði á þessum vettvangi og hjá landshlutasamtökunum og víðar. Þá tjáum við okkur það að okkur finnst að ríkið eigi að beita sér betur í heilbrigðisstofnuninni. Þetta er ekki á okkar könnu en við tjáum okkur og við styðjum verkefnið. Sama á við menntakerfið. Við erum með á okkar könnu leikskólana og grunnskólana og framhaldsskólana hluta og háskólana einhverjum hluta. Við styðjum þetta. Við tjáum okkur þetta. Við viljum hafa skoðun. Þannig að mér finnst einkennilegt að hérna ætlum við að bara sitja hjá að bíða og einhverja hafa tjáð sig á þann hátt að við sem ekki að skipta okkur af átökum innan ríkisstjórnarinnar eða eitthvað þess háttar. Það eru átök innan ríkisstjórnarinnar öll þessi mál sem ég er búin að nefna. Ég átti samgöngumálun eftir. Hvað erum við að skipta okkur af tvöfaldur Reykjanesbrautarinnar? Þetta er ekki okkar könnu. En við tjáum okkur samt það. Og það er ekkert allir sammála í ríkisstjórnunum hvernig eigi að forgangsraða í alls konar verkefnum. En við tjáum okkur samt það. Við höfum skoðun á því og við ályktum og við látum í okkur heyra.
Það er það sem að þá með heyrist minni hlutin hér inni sé að tala um. Hérna er eitthvað verkefni sem við vitum af, heyrum af, sem að starfsmaður Reykjanesbæjar og hefur verið að vinna ötulega að, greitt götu verkefnisins og mér finnst það bara skylda okkar, þannig að við séum ekki að gera lítið úr starfsfólkinu okkar, að styðja það sem það er að setja fram, það sem þeir eru að vinna að. Ok, ég er að fíblast aðeins en hérna samt er punkturinn þessi. Við getum tjáð okkur þetta allt saman. Og þetta er mikið hagsmunamál fyrir okkur. Þannig verður þau samtök sem að við erum hluti af, það er möguleiki á því, það er á teikniborðinu, að bæta Helguvíkurhöfn, gera hana þannig úr garði og hún getur tekið við stærri skipum. Þar á meðal herskip, en líka flutningaskip og alls konar skip sem að hjálpa okkur. Þetta er umhverfismál, þetta er alls konar mál. Þetta er okkar hagsmunamál og við eigum að styðja verkefnið og við eigum að lýsa því yfir. Takk. Já, það er margt áhugavert sem kemur þarna fram hjá bæjarfulltrúa Baldri Guðmundsssyni, meðal annars varðandi heilbrigðismál og sér nefnd sem sveitarfélagið stofnaði varðandi heilbrigðismál. Nú kannum við að byrja á því að leiðrétta það. Það hefur ekki verið stofnun einn nefnd á vegum Reykjanesbæjar varðandi heilbrigðismál. Það hefur aftur móti verið stofnað lýðheilsuráð sem er fyrst og fremst að huga að heilsu bæjarbúa. Og þetta kannski rúmast að einhver leiti þar undir heilbrigðismál sem eru á vegum ríkisins. Það er alveg rétt. En það er nú ekki þess vegna sem ég held að menn séu að velta fyrir sér að fella þessa tillögu, minnstu kosti tala ég fyrir sjálfa mig. Það væri mjög gott fyrir mig sem bæjarfulltrúa að fá kannski betri útlistingu frá þeim sem er að tala fyrir þessari tillögu. Hvað máli snýst, erum við að tala um 2 milljarða, 300 milljónir, 50 milljarða. Hvað er í þessari tillögu? Ég hef ekki séð hana framkomna. Það væri myndi auðvelda verulega að taka ákvörðun og bóka með henni eða mótinni ef það myndi liggja fyrir. Ég held að veruleikin sé aftur á móti sá að það liggur ekki fyrir á þessum tímapunkti. Og þess vegna vísa ég nú aftur í þessa bókun sem að allir í bæjarstjórn gátu tekið undir, að þar undir eru vissulega öryggismál. Og þessum tímapunkti sé ég enga ástæðu til þess að bóka sérstaklega um þetta verkefni og ef að það verður að veruleika þá er það bara sjálfsagt að taka það til skoðunar hér ef það kemur til þess að bæjarstjórn þurfa að taka einhverja ákvörðun í því. Margrét Sandes hefur hvatt sér hljóðs, svo vel Margrét, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er stundum sagt að ef maður vill ágreining þá getur maður fengið ágreining. Þannig að sleppi kannski ekki góðu þrasi er líka stundum sagt. En persónlega þá var ég að vonast eftir að þetta mál og önnur atvinnumál myndu vera eitthvað sem við myndum geta saminast um. Og það er svo merkilegt að við erum búin að vera að koma hérna upp, mismundi flokkar, og ég er bara sammála flestum sem hafa komið hérna upp, hvort sem eru í meirihluta eða minnihluta. Og ég tel að eins og Guðbrandur og Jóhann nefndu að bókunin sem kveður á öryggismálin, að þar kemur fram með mitt hluti sem tengist þessu svæði sem er vel og við samþykktum það öll. Og mér líður núna eins og að ég hafi verið spurð, ertu hætt að nota kannabis? Ég hef aldrei notað kannabis. En spurningin væri, ertu hætt að nota kannabis? Ef ég segi já,
nota ég kannabis? Ef ég segi nei, að þá er ég enn að nota kannabis. Þannig að ég í rauninni er bara dálítið í vandræði með þessa tillögu sem kemur frá Margréti Þórarins vegna þess að mér langar til að samþykkja hana og mér langar til að hafna henni og mér finnst eiginlega engin skoðun að sitja hjá. Mér finnst mjög gott í bókuninni hjá henni sem að er líka tillaga að bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hvetur ríkisstjórnina til að standa sameinuð í baráttunni gegn þeirri alvarlegu stöðu sem komin er upp í atvinnumálum Suðurnesja og útiloka ekkert í þeim efnum. Það er algjörlega frábært. Við erum alveg sammála því, flest hérna, að við myndum helst vilja bara að efnislega verði þetta mál tekið upp á Alþingi. Að efnislega verði þetta tekið upp á Alþingi. En af því að ég hef aldrei reykt kannabis og get ekki svara spurninginu hvort ég sé hætti, að þá hef ég ákveðið eftir mikla umhugsun og lesi þetta nokkru sinnum yfir tilhöruna sem hún sendi okkur, að samþykkjana þrátt fyrir að mér finnst vont að við séum að tala hérna í sikkur áttina, því að þetta er mál sem við eigum að sameinast og ekki bara þetta mál, þetta tengist mörgu öðru varðandi atvinnu uppbyggingu og okkar framgöngu saman við ríkisvaldið. Þannig að ég óska þess og mig dreymir það og ég á þann draum að við getum nú aðeins lýðræðisverðin og hætta að rífast eitthvað sem við erum sammála Guðbrandur Einarsson eða hvað sér þá, skil svo vel Guðbrandur. Já, virðulegu forseti, eins og bæjarfallur og Margrét sagði, þá það slepp maður ekki góðu þrasi. En ég er hættur að reykja kannabis, ég gerði það fyrir næstu 40 árum síðan og ég er ekki að ljúga. En þetta var fjarska óheppileg samlíking hjá bæjarfallur og Baldri að tala Helguvíkina og heilsugæsluna í sömu andráni. Vissulega ræðum við það sem að okkur snýr og heilsu íbúana. Ég er nú farin að halda það að ég sé orðin harðasti stuðningsmaður þessara ríkisstjórnar með að hvernig Sjálfstæðisflokkurinn talar orðið eða kjósendur Sjálfstæðisflokksins. Ég hef ekki heyrt formann Sjálfstæðisflokksins segja eitt einasta orðum í þessu máli. Og ég hef heldur ekki heyrt utanríkisráðherra Guðlaug ræða þetta mál neitt frekar. Hann nefndi þetta í einu viðtali sem var tekið við hann í Monganum og þá bara var hann mjög hóvar og dró úr þessu og nefndi þar einhverjar allt aðra tölur heldur að menn hafa síðan verið að blása út alveg sem eru konar alveg í einhverjar gigantískar hæðir. Menn voru í upphafi að tala einhverjar 24 milljarða en það orðið í blaðaskrifum 15 til 18 og stundum 14 og stundum eitthvað annað. Þannig að maður er ekki alveg að ná utan þetta mál. Hvað er þetta eiginlega? En ég er nú bara, kannski er þetta nýja Ísland, samstarf Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins í framhaldinu. En það er eitthvað Ísland sem ég vil ekki sjá. En ég er hef nú verið að horfa til þess að við hér höldum áfram að byggja þetta samfélag eins og við viljum að það þróist. Það getur vel verið að við viljum að það þróist þannig að hluti af ameríska hernum komið tilbaka, ég veit það ekki. Það getur líka vel verið að við viljum fá stuðning við verkefni sem að geta talist vera norðurslóðaverkefni og að NATO eða mannvirkjasjóður NATO sé tilbúin til þess að koma inn í það. Það kemur bara ljós. En ég held að þessi umræða, þetta er miklu meira mál en svo að við séum eitthvað álitað þetta í þeir.
Við erum með ríkisstjórn, mjög ólíka ríkisstjórn. Eða ólíka flokka í þessari ríkisstjórn. Og ég hef engan áhuga á því á þessum tímamóti að fara að reka eitthvað fleinin í þessa ríkisstjórn. Ég vil að þessi ríkisstjórn lifi í það minnstakosti það ástand sem nú í gangi. Ég ekki að kjósa neitt af þessum flokkum og mun ekki gera það. En ég vil að þessi ríkisstjórn haldi velli. Og þess vegna skil ég ekki að sjálfstæðismenn sé að ræða eitthvað um það sem getur rekið fleiginn í þessa ríkisstjórn. Já, við lefum fundurins með að minnast á orð forsætisráðherra í gær, þar sem hún talaði um það að málið hafi nánast ekkert verið rætt í ríkisstjórn. Mér langar að minna það aftur, og ég get tekið undir orð Margrétar Sanders að mörgu leyti. Mér finnst mjög sérstakt að standa í þessum sporum. Það sem verið að ræða mjög óskilgreint mál sem við vitum mjög takmarkað hvort það verði nokkuð tíman að veruleika eða hvort það sé raunverulega einhver vilji fyrir. Og þá ég ekki bara að tala fyrir því varðandi aðkomu íslenskra yfirvalda. Ég veit ekki til þess að það sé búið að samþykkja neitt að hálfu NATO varðandi einhverja auka uppbyggingu hér á þessu svæði. Ég bara kannast ekki við það. Og þangað til að því verður og þá bara sé ég enga ástæðu til þess að ræða þetta sérstaklega á þessum vettvangi hér. Menn geta sagt ýmislegt um það, en það samt sem áður veruleikinn. Ég nefnilega held að þetta sé svona dæmigert eitthvað sem að einhverju getur haft á Suðurnesjamenn. Hér komið fram einhver mjög óskilgreind tillaga um eitthvað sem geti mögulega einhvern tímann orðið. Og þá að mynda eitthvað fjaðrafok til þess að reyna að tvístra sveitarstjórnarfólki á Suðurnesjum. Ég veit ekki til þess að það hefði heppnast í Suðurnesjabæ. Ég veit ekki til þess að þeir hafi samþykkt bókun sem þessa. Þeir eru kannski að því í kvöld, ég þekki það ekki. En ég held að öllum þeim gríðarlega viðamiklu og leyfum mér að segja bráðu nauðsynlegu verkefnum sem við stöndum í þessa dagana, þá fær okkur kannski betur á að ræða þau sem að lengra eru komin. Þýðir það að við að fara að hafna einhverjum mögulegum hugmyndum í framtíðinni varðandi uppbyggingu í tengslum við varnarmál? Ég held ekki. En þetta mál er mjög aftarlega í röðinni. Og auðvitað stýri ég ekki því hvað fólk talar hér og er margoft sagt að hér í pontu bæjarstjórnara, hér er málfrelsi svo lengi sem að málin á dagskrá, sem hið besta mál. Þannig ég ætla að vona að menn lesi ekki of mikið í þessu orð mín. En mér þykir þetta miður. Ég verð að segja það. Mér þykir þetta miður vegna þess að bæjarstjórn svo sannarlega er búin að saminast fjölmörg mál sem mjög mikilvægt að ríkisstjórnin taki til umræðu og klári. Og það snýr að öllum þeim þáttum sem að koma fram í þeirri bókun sem við bókuðum og minnstu verið á hér í kvöld. Til að mynda menntamálin, vikta mjög þungt, sérstaklega í ljósi aðstæðna á svæðinu. Heilbrigðismálin, eins og bæjarfulltrúi Baldur kom inn á. Að við njótum ríkisframlaga í takt við fólksfjölda hér á svæðinu. Ekkert af þessum málum í höfn. Hvar er heilsugæsla? Hún ekki í höfn. Hvar er stuðningur til þess að við fáum þessi ríkisframlög leiðrétt að hálfu ríkisvaldsins? Ég hef ekki séð það ennþá. Og við erum að berjast í þessu frá degi til dags, viku til viku, mánuð eftir mánuð. Og ég held að dropinn hóli steinin. Þess vegna segi ég það að þetta mál sem hér kemur fram er mjög aftarlega í þeirri forgangsröðun.
En ég endurtek, verði það að veruleika einhvern tímann á næstu misserum eða árum, komi hér inn, þá munum við auðvitað bara efnislega taka það til umræðu í bæjarstjórn. Vegna þess að þá liggja auðvitað fyrir staðreyndir málsins hvað raunverulega verið að ræða. Liggja fyrir einhverjir samningar á milli íslenska ríkisins og Atlantshafsbandalagsins varðandi þá uppbyggingu. Og hver verður þá aðkoma okkar að því? Ég veit að stækkun á hafnakanti í Helguvík gæti verið partur af því sem að snýra að öryggismálum hér á svæðinu og leit og björgun frábært. Algjörlega frábært. En þó svo ég sé nú bjartsýnis maður, þá veit ég að það kostar ekki 18 milljarða. Það væri kannski ágætt að byrja bara á því. Og menn myndu bara beita sig fyrir því. Það væri til dæmis að mínu áliti góð vegferð. Nú, framikomin til að Margrét Sandnes hefur hvað sér hljóðs, fyrirgefðu Friðjón Einarsson var vist á undan, afsakaðu Margrét. Ætlar að gefa púlti eftir til Margrétar, gerðu svo vel Margrét Sandnes. Það er drengilegt aðeins Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir, ég óska eftir því við forseta að gert verið örstutt hlé á fundi. Ef að bæjarfulltrúar samþykkja það. Og forseti eðlilega spyr ástæðu. Mér langar til þess að ræða við oddvita flokka sem eru í bæjarstjórn örstutt. Það er samþykkt að mér sýnist án mótmæla. Ég ætla ekki að slíta fundinu, ég ætla að gera hlé á fundinu.
Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, þá höldum við bæjarstjórnarfundi áfram og enn eru til umræðu fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. maí og orðið er ennþá laust og Friðjón Einarsson bæjarfulltrúar kast í hljóðskil, svo er Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestir, mér langar aðeins að gera grein fyrir atkvæði mínu hérna tillögu sem hér hefur borið fram að bæjarfulltrúar Margréti Þórarinsdóttur. Þetta mál hefur farið mjög hátt í fjölmiðlu undanfarið og þingmenn hafa tjáð sig þetta eða nokkri þingmenn málið og mér langar aðeins að rekja það sem hefur borist til mín. Í fyrsta lagi að þá var það alþingismaður á Suðurnesjum sem hafði samband við mig fyrir rúmum mánuði síðan og óskaði eftir því að bæjarráð lýsti yfir áhuga sínum að þetta verkefni þar sem uppbyggingi Helguvík kæmist í eitthvað gang og ég sagði við þennan ágæta alþingismann strax að við myndum ekki, allavega myndi meirihlutin ekki samþykja svona verkefni á ekki með neinn gögn í höndunum, þar að segja hverju væri á bakvið þetta, hvað þetta gera og hvernig. Við þyrftum að hafa meiri gögn til að taka svona mál fyrir bæjarráð og það var samþykkt að við myndum ekki taka það inn í bæjarráð. Síðan líða vikur og við vorum beðnir að bóka ákveðna bókun stuðning við þetta verkefni, þar sem meðal annars var nefnt Mannvirkjasjóður NATO og Bandaríkjamenn, en við gerðum það ekki og sagði nei vegna þess að við höfum engar upplýsingar hver á hvernig. Kjölfara á því að ekki að tekja undir bókun þessa þingmanns að þá voru sveitarstjórnarfulltrúar á Suðurnesjum skammaði fyrir það að stöðva gott verk í Helguvík og látni sitja uppi með skömmina. Því var svarað en það breytti engu. Viðkomandi þingmaður hélt áfram að skammast yfir þess að við stæðum okkur ekki. Þessi þingmaður reyndar hefur aldrei talað um mig. En það er ljóst að bæði meirihlutin í Suðurnesjabæ, samflokksmenn þessa þingmanns hafa líka neitað að taka þetta mál inn þar sem engar upplýsingar eru. Ég er búin að hafa sambandi fulltrúa í utanríkismálanefnd þingsins og þetta mál og það er alveg ljóst að þetta er ekki á dagskrá þar. En það breytir kannski ekki öllu málinu en á næstu dögum er fyrirhuguð sérstakur fyrirspurnatími í þinginu þar sem utanríkisráðherra mun taka þetta mál upp. Hann hefur fengið spurningar málið og hyggst svara þeim í þingsal núna á næstu dögum og kannski þá í fyrsta skipti fáum við einhverjar upplýsingar. Þetta er voðalega mikið á reiki og ekkert fast í hendi hjá okkur hvað við erum hvað er að tala. Annað en dálítið óljós kjaftagangur sem ég vil ekki taka þátt í að bóka um. Við erum stjórnsýsla sem á að vinna samkvæmt lögum. Við getum haft skoðunar á ýmsum málum og bæjarfulltrúum auðvitað sjálfsvald sett að hafa skoðun á öllu þessu. Það sem gerist á þingi eða annar staðar eða í bakherbergjum, það er þeirra mál. En það að heil bæjarstjórn fara að bóka svona mál finnst mér mjög hættulegt og við erum þar að stíga fram eitthvað sem engin veit hvað er, nema einhverjir klárlega kannski vita meir en við. Það hefur verið mjög gott samband við fulltrúa ríkisstjórnarinnar málefni Reykjanesbæjar síðustu mánuði og ég vil hrósa þessum aðilum fyrir gott samstarf. Nú nýlega hefur komið út skýrsla Suðurnesin þar sem tekið nokkuð vel á málefnum sveitarfélagana. Það hefur verið gott samstarf fjölgun starfa fyrir námsmenn og ég veit að það er margt í undirbúningi og ég vil hrósa ríkisstjórninni fyrir það. Ég er nú ekki í þeim flokki sem er í ríkisstjórninni en ég vil samt hrósa þeim, fara með hrósið þangað sem það á að vera. Ég get ekki tekið undir þessa bókun og ég vil heldur ekki að þeir aðilega sem vilja taka undir þessa bókun og hafa lýst bæði hérna og áður í fjölmiðlum stuðningi við þetta. Ég tel að það sé ekki rétt að farið fyrir okkar hönd að gera þetta svona og ég vil frekar bíða eftir því að við fáum nánari upplýsingar frá ráðherra sem vonandi verður það á næstu dögum. En auðvitað hafa menn komið hérna í gegnum árin og skoðað Helguvík, skoðað höfnina og á hverju ári kemur á annan tug manna og kvenna að skoða hvað sé að gera þessar ágætu höfn
og við vitum bæði að Landhelgisgæslan og aðila tengdir hennir hafa komið og skoða höfnina. En það er bara að skoða höfnina, það er ekki komin eitt annað upp. En fyrir hönd meirihlutans þá ætla ég með leyfi forseta að fá að lesa upp bókun og þar segir: Við teljum óeðlilegt að bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ taki undir sögusagnir áhuga NATO að ráðast í mikla framkvæmdir í Helguvík sem nemi mörgum milljörðum. Forsætisráðherra sagði á þingi í gær að engar upplýsingar hefðu komið fram meintan áhuga þeirra í þessu máli. En að ef svo væri þyrfti þetta að fara fyrir Alþingi. Við höfum lýst yfir áhuga og uppbyggingu Helguvík í samstarfi við alla áhuga sama aðila, en viljum ekki taka þátt í pólitísku moldvirði alþingismanna. Að öðru leyti viljum við vísa til þeirra bókuna sem samþykkt var á bæjarstjórnarfundi þann 7. apríl síðastliðinn og allir bæjarfulltrúar skrifuðu undir. Undir þetta ritar Friðjón Einarsson, Styrmi Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Guðni Björn Guðmundsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson. Takk. Já, það fyrir nú að stuttast í þeim sem að komast á mælindarskrá varðandi fundargerðir bæjarráðs, en Baldur Guðmundsson hefur passið hljós. Öðru stutt, Baldur, gerðu svo vel. Púltið þitt. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta er sérstakt og maður var dálítið svona hugsi yfir því að því að ég ætla ekki að gera athugasemdir við Keflavíkurgöngur Guðbrands Einarssonar eða hans afstöðu til að mála. Þá bara ég stundum kjafstopp yfir því hvað hann er í nöfn við það að ég skuli hafa skoðanir og ég skuli vera í einhverjum leiðenda flokki. Sko. Það er alveg með ólíkindum að skuli nenni að koma hérna upp og halda þessu til streitu. Sko. Ef að það væri vís leið til að slíta stjórnarsamstarfi sem ég líkar ekki við, auðvitað væri ég þá búin að vera oftar með leiðindi á bæjarstjórnarfundum. Þetta er ótrúlegt vald sem að Guðbrandur nefndi hérna að ef að við erum að rugga bátnum hérna inn á Austurvelli þá bara slitna heilu stjórnarsamstarfin. Ég kann ágætlega við þessa ríkisstjórn. Ég ætla ekki að segja að ég kunni illa við ykkur, en það er sum verkefni sem ég myndi vilja nálgast öðruvísi. Og ég hef tjáð mig um það. Og svo fer þetta út í eitthvað svona persónulega vitleysu. Sko. Ég nefndi bara, þú veist, það tekst svo langt að tala um það að ég megi ekki tala um heilsugæslu og varnarmál í sömu ræðinni. Ég bara man ekki eftir þessari grein í samþykktunum. Sko. Við erum að tala um öll mál. Öll mál eiga að skipta okkur máli. Það var minn punktur. Þar á meðal þetta. Þetta er í umræðinni. Við erum ekki með neinn gögn, en við höfum líka tjáð okkur málefni þar sem við höfum engin gögn. Ég veit ekki hvað við höfum oft búin að álykta HSS á þess að hafa nokkur gögn í höndunum eða vitna í neinar tölur. Við höfum samt bókað HSS og bara við leyfi forseta að vitna í stjórnarsáttmálan ykkar, meirihlutasáttmálan. Fyrsta verkefni lýðheilsuráðs verða að hefja viðræði við heilbrigðisráðuneytið um eflingu heilsugæslunnar í samræmi við háværar kröfur íbúa. Þá eru þessar háværar kröfur íbúa þá gagn í málinu, væntanlega. En það er verið að ræða þetta. Þetta er ekki bara eitthvað, bara svo vitna sé í
grein sem að hún byrtist af í 17-16. Fyrirsögnin er á vísi.is 12,5 milljarðar varnaruppbygging þegar í pípunum. Og þá er vitnað í viðtal við Guðlaug Þór sem að segir að hann hafi rætt þetta í ráðherranefndinni. Ég er bara að lesa upp, ég er ekki með neinn gagn hérna á bakvið eða eitthvað. Þetta er bara á netinu, þetta er á internetinu. Að það séu nú þegar líka ákveðið viðhaldsverkefni og þetta fékk ekki flug í fyrstu umferð. Nákvæmlega þetta sem við erum að tala um, þessa milljarða, 12 til 18 milljarða, það eru tölurnar sem maður heyrst hafa á flugi. Þetta er ekkert komið, það er ekkert í hendi. En þetta er þarna og eins og ég segi, það eina sem að ég sé í þessu fyrir okkur, við erum bara að lýsa því yfir að ef af þessu yrði, þá myndum við gera allt sem í okkar valdi stendur. Þetta er bara skilaboð til þessara góðu ríkisstjórnar og ef við erum að reka fleyg í stjórnarsamstarfið með því að lýsa yfir okkar skoðun, þá þykir mér það einkennilegt sko. Ég held að við höfum ekki svoleiðis vald. Það eru allar bæjarstjórnir út um allt að gera kröfur á ríkið, þvert á flokka, hallast meira í eina áttina en hína. Það skiptir ekki nokkur máli. Ég er búin að sitja hérna, eða standa í þessari pontu í nokkur ár, fyrir alveg að nálgast 200. fundin. Það er aldrei skipt mig máli hverjir sitja í þessum ráðherrastólum eða sitja í ríkisstjórn. Ég bara hugsa um mitt bæjarfélag. Ég vorkenni ekkert sjálfstæðismönnum eða held með þeim. Ég er sjálfstæðismaður, ég ætla ekki að fela það, þó það fóri svona rosalega taugarnar á Guðbrandi, en ég tala bara fyrir mitt bæjarfélag. Þetta verkefni er í pípunum, það stendur bara hérna. Og mér finnst að við eigum að segja æðislegt. Ef að þetta verður að veruleika, það myndi hjálpa okkur alveg gríðarlega mikið. Guðbrandur, afsakið Margrét Þórarinsdóttir var búin að kveða sér hljóðskil, svo vel Margrét örstutt. Svo fyrir við að bera hér upp tillögur. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, já, þetta er bara ótrúlegt hvað við getum verið öll ósammála í dag og út af þessari blessuðu bókun minni sem ég kom með, en ég tel að við ættum að standa saman hvað varðar þetta mál og bara þeirri alvarlegu stöðu sem er komin upp í atvinnumálum á Suðurnesjum og bara ekkert útilokað í þeim efnum, en bókun meirihlutans, jú, hún vissulega segir að við ætlum að óska eftir öllum ráðum og gerðum frá ríkisstjórninni og ætlum að sjá hvað þetta mál fer. En það sem að ég er að tala um er það, númer 1, frumkvæði verður að koma frá sveitarfélaginu. Þetta er í umræðunni. Síðan er það ríkið og síðan er það Alþingi. Og ég vil bara vísa gagnrýni háttvirts formann bæjarráðs á Bug þegar hann talaði um flökkusögur sé að ræða. Og ég hveti þá bara Friðjón Einarsson að hlusta á Alþingi sem var í gær. En máli er það að forsætisráðherra lýsti því yfir að þetta verkefni hefði verið rætt í tengslum við fjárauka framlög. Þannig að þetta er komið inn á þing. Og mér finnst bara við verðum að vera skrefi á undan. Það er bara þannig. Og þetta er bara í rauninni er þetta stærsta efnahagsaðgerð sem nokkuð tíman hefur verið í sjónmáli fyrir Reykjanesbæ. Þannig að, og mér finnst bara, ok, þið ætla ekki að samþykkja þetta, en mér finnst þessi skilaboð sem að ég er að gefa hér og tel að séu mjög góð að við sameinumst þessa bóku, þrátt fyrir hina bókunum sem er þegar búin að koma og það er ekkert að frétta, að þetta eru skýr skilaboð til ríkisstjórnarinnar það að við
höfum áhuga, við erum tilbúin, við erum á skrefin á undan og erum að þrýsta á ríkisvaldið. Takk fyrir. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Ef ekki þá ætla ég að Guðbrandur Einarsson örstutt, síðan verða þessar tillögur bornar undir fundinn. Virðulegur forseti. Jú, ég þoli það sko ágætlega að Baldur skuli vera sjálfstæðismaður. Það væri skelfilegt ef allir var eins og ég. Þá var ég engan til að þrasa við. Að frumkvæði þurfa að koma frá okkur. Ég hef aldrei vitað til þess að frumkvæði sveitarstjórnarmanna í öryggis- og varnarmálum, það væri forsenda þess að eitthvað væri gert. Þetta er alveg bara nýr sannleikur fyrir mig, að við getum farið að ákvaða hvernig öryggis- og varnarmálum á Íslandi sé háttað. En kannski ef að þetta er eitthvað nýtt í gangi, þá kannski bara herra forseti væri til að við tækjum sko aðildina að Evrópusambandinu hérna á dagskrá á næsta fundi kannski og svo framhaldi sko íslensku krónuna og eitthvað fleira. Já, forseti nákvæmlega að minnast á að þetta væru líflegar umræður sem að bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson er að minnast á hérna. Evrópusambandið og Evrópska efnahagsvæðið, krónan, ýmislegt fleira. Er ekki vissum hvort að það myndi endilega falla eftir línum meirihluta og minnihluta, en ég held við séum ansi nálagt í ágætu bæjarfulltrúar, ef ég leyfi mér að taka svo til orða, að geta sagt að komi til þess að eitthvað af þessu verða veruleika og það komi hér inn skilgreint, þá munum menn taka það til skoðunar. Mér finnst það eðlilegt að við gerum það. Mér ber sem forseta bæjarstjórnar að bera hér upp tillögu sem að bast frá Margréti Þórarinsdóttur og ætla ég að bera hana undir fundinn. Þeir sem geta samþykkt tillöguna vinsamlegast gefið merki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem að samþykja. Þeir sem eru á móti vinsamlegast gefið merki. Og það eru 6 þeir sem að sitja hjá. Það vera 1. Tillagan er þar með felld. Nú ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að leyfa mér að taka hér annan lið á dagskránni til umræðu. En áður en ég geri það, þá ætla ég að bera upp fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. maí til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar, vinsamlegast gefið merki. Og þær eru samþykktar að mér sýnist 11:0. Nú ágætu bæjarfulltrúar, annað mál á dagskrá er umhverfis- og skipulagsmálin okkar frá 8. maí og að venju mun forseti fara yfir fyrst þá liði í fundargerðinni sem að þarf að ræða og samþykkja sérstaklega. Leyfi mér að fullvissa ykkur það að þetta myndi vera svona einn skemmtilegasta athöfnin sem að forseti fyrir gegnum á fundi hverjum. Fyrst er það 4. liður í fundargerð, Dalshverfi 2, deiliskipulag, orðið er laust þann lið í fundargerð. Eru einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi þann lið? Og ef svo er ekki, þá langar mér að bera þann lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt hann vinsamlegast gefið merki. Og hann er samþykktur 11:0. Næst er það 5. liður í fundargerðinni, Dalshverfi 3, nýtt deiliskipulag, orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þá 5. lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefið merki. Og hann er samþykktur 11:0. Nú við höldum hér ótröð áfram, 8. liður sem er aðalgata 21 og er sá liður í fundargerð til umræðu, þeir sem vilja taka til máls, vinsamlegast gefið forseta merki. Og það er Baldur Guðmundsson sem að, afsakið, Baldur Guðmundsson ætlar ekki að taka til máls varðandi 8. lið, en
En þá ber ég 8. liði í fundargerðinni upp í fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt 8. lið, vinsamlega skýða merki. Afsakið Baldur, gerðu svo vel. Það er samþykkt 11.0. Næst það 9. liður, Mýrdalur, fyrirspurn stækkun á byggingareit og aukið nýtingarhlutfall, orðið laust þann lið í fundargerð. Og enginn kveður sér hljóðs, ber ég liðin undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt, vinsamlega skýða merki. Og hann myndi vera samþyktur 11.0. 10. liður sem er Sólvallagata 26, orðið laust þann lið í fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt hann, vinsamlega skýða merki. Og hann er samþyktur 11.0. Þetta er ansi yfirgripsmikil fundargerð hjá umhverfis- og skipulagsráði á þessu sinni. Næst það 12. liður, Framnesvegur 14, orðið laust. Einhver sem kveður sér hljóðs og ekki, þá ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt þann lið, vinsamlega skýða merki. Og hann er samþyktur 11.0. 13. liður er þá tekinn á dagskrá sem er Hafnargata 36, orðið laust þann lið í fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt, vinsamlega skýða merki. Og hann er samþyktur einnig. Nú fer að styttast í þessu. 17. liður, Brekadalur 65, orðið laust þann lið í fundargerð. Ber ég þann lið undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt, vinsamlega skýða merki. Og hann er samþyktur einnig 11.0. Hólaberg, afsakið, Hólmbergsbraut 9 sem er 19. liður, er hér til umræðum, er einhverju sem að vilja kveða sér hljóðs varðandi þann lið í fundargerð. Ef svo er ekki, þá ber ég þann lið í fundargerðinu undir fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt 19. lið, vinsamlega skýða merki. Og hann er samþyktur 11.0. Nú þá hefur forseti farið yfir þessa yfirgripsmiklu fundargerð og þá sérstöku liði sem að þarf að ræða og ber ég þá fundargerðina í heild sinni undir fundin og ósketi því að bæjarfulltrúi gefi mér merki eða vilja taka til máls varðandi fundargerðina. Og Margrét Þórarinsdóttir hefur gert það og sjónamunni á undan Gunnari Þórarinsinni sem er þá næstur. Gerðu svo vel, Margrét. Virðulegi forseti og aðri viðstaddir, ég kem hérna lið 2 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 8. maí, þróunarsvæði Jarðvangs. Eftir að ég hef lesið þessa skýrslu þá vöknuðu nokkrar spurningar og ég ætla að bera þær hér upp og óska eftir að fá svör við þeim. Samkvæmt skýrslunni hefur Reykjanesbær lýst yfir vilja að þróa svæði nánar. Hvað felst í því? Er búið að gera kostnaðaráætlun? Hver verður kostnaður Reykjanesbæjar við þetta verkefni? Hver er ávinningur Reykjanesbæjar og hvað mun þetta verkefni gefa okkur í tekjur? Hverjar eru okkar skuldbindingar við þetta verkefni? Það er talað í skýrsluna að Bláa lónið á Reykjanesbæ séu fullu eigendur Jarðvangs eignarhlutafélags, hvernig skiptist prósentutalan? Í 11. grein samningsins er talað kostnaður skiptist á milli aðila, er komið kostnaðargreining þennan kostnað. Í 1. málsgrein í samningnum kemur fram að Reykjanesbær á umráð rétt yfir öðrum hluta svæðisins en þeim sem Jarðvangur hefur fjárfest í. Hvað þýðir þetta fyrir Reykjanesbæ? Takk fyrir. Já, þá liggur það fyrir. Orðið laust varðandi fundargerðina. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp fundin til samþyktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skýða merki. Og hún er samþykkt 11.0. Nú ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Næst er það 3. liður á dagskrá sem er fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 7. maí og er orðið laust fundargerðina. Er einhverju bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi þennan lið? Svo virðist ekki vera og ber ég þá fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 7. maí upp við fundin til samþykta, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skýða merki. Og fundargerðin er samþykkt 11.0. Nú næst er það 4. liður fundargerð fræðsluráðs frá 8. maí. Orðið laust fundargerð fræðsluráðs.
og Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvætt sér ljós. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Já, kemur undir fundargerð fræðsluráðs. Fyrsta mál á dagskrá er hérna ársskýrsla FFGÍR. Það eru foreldrafélög grunnskólabarna í Reykjanesbæ. Ég vil fagna ársskýrslu FFGÍR og þar sem að ég hef starfað sjálf í þessu félagi síðastliðin 4 ár en hætti störfum í síðustu viku. Langar mér bara að þakka öllum foreldrum grunnskólabarna í Reykjanesbæ fyrir gott samstarf og óska nýjum verkefnastjórum góðs gengis og ég held að foreldrar grunnskólabarna séu svona vannýtt auðlind í skólastarfi en það er í lögum að allir skólar verða að hafa foreldrafélög og það er virkilega gaman og bara algjör forréttindi að fá að taka þátt í svona starfi. Þannig ég hvet alla nýja skólaforeldra til að bjóða sig fram í foreldrafélög grunnskólana í haust. Mál 3 hérna á dagskrá mál 2 er endurskoðun menntastefnu Reykjanesbæjar. Ég fagna því að það sé verið að taka hana til endurskoðunar og það verður gaman að sjá breytingar á henni. En væntanlega er það gert í samstarfi eða í samvinnu við að vera í takt við nýja stefnu Reykjanesbæjar. Þurfum alltaf að í rauninni skoða okkar mál reglulega hvort sem að stefnan sé 5 ára eða 10 ára eða að mjög gott að taka þetta fyrir aftur en ekki líta á þetta sem einhverja skýrslu sem er geymd ofan í skúffu. Þannig að þetta er bara mjög gott. Svo er það leikskólavist fyrir börn yngri en 24 mánaða. Þetta er mál 3 á dagskrá. Ég hlakka til að sjá meira frá þessu verkefni. Ég vona svo sannarlega í næstu fundargerð í júní að við munum sjá eitthvað meira hvernig þetta mun þróast því að það er mikið af ungu fólki í Reykjanesbæ eiga börn og stofna fjölskyldur. Ég held að þetta sé framtíðin. En númer 4 er verið að tala um sumarlokanir á leikskólum. Það eru væntanlega margir kostir og margir gallar við að loka eða hafa opna alla leikskóla í sveitarfélaginu allt sumarið og einhverjir sveitarfélög hafa gert breytingar á því núna í ár. En ég ætla kannski ekki að tjá beint mína skoðun, ég hef kannski ekki skoðun á því hvort að það séu fleiri kostir eða gallar við að loka eða hafa alla leikskóla opna. En ég sakna þess að sjá ekki rauninni bara þjónustu fyrir börnin sem eru að hætta í sumar á leikskólum og það er marg búið að tala um þetta ár eftir ár. Börnin sem eru 5 ára að verða 6 ára á þessu ári og eru að fara að hefja skólagöngu í haust eru búin að vera í svokölluðum skólahóp og ef að þessi börn eru að hætta í sumar á leikskóla, ef að leikskólinn þeirra lokar segjum 1. júlí í 4 vikur, þá er alltaf þessi sama spurning sem kemur upp. Hver á að passa barnið í ágúst ef að foreldrarnir þurfa báðir að hefja störf í ágúst? Barnið þarf að fara aftur á leikskóla. Það er að hefja skólagönguna í kringum 20. ágúst. Ég held að sé bæði leiðilt fyrir barnið sjálft að fara aftur á leikskólan og það er líka slæmt fyrir starfsfólki á leikskólanum að geta ekki tekið inn yngri börn þegar þau þurfa að komast að í leikskólanum í aðlögun. Þannig ég sakna þess pínu að sjá ekki einhverja þjónustu í ágúst, í einhver tíma, ekki langan tíma, við akkurat þennan árgang. Ég vona að okkar samfélag geri eitthvað í þeim málum fyrir þær fjölskyldur. Takk. Já, forseta langar á þessu tilefni að minnast á það og þakka bæjarfulltrúa Önnu Sigríði Jóhannesdóttur fyrir ötul starf fyrir FFGÍR. Mér skilst að hún hefði verið að láta þar að störfum, en það ekki rétt. Og bara langar að minnast á það sérstaklega þar sem að hún hefur gert mjög mikið fyrir þann vettfang, verið mjög dugleg og að koma að þessum málum
og er ég þess fullvissa, hún á samt sem áður eftir að, hún er ekki eftir að sitja á auðum höndum þó hún láti þar af störum. Nú, fundargerð fræðsluráðs frá 8. maí er enn hér til umræðu og Margrét Sanders hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét, velkomin í pontu. Bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Ég kem hérna undir 4. lið, sumarlokun leikskóla og velti því hérna upp að mér skilst að það hafi lítið verið rætt varðandi það var minnisblað sem að kom með þessu minnisblaði en fylgir ekki gögnunum varðandi það hvað önnur sveitarfélög er að gera varðandi lokanir leikskóla og hafa brugðist við vegna COVID-19 og sérstaklega þar sem að þegar að smitt hefur komið upp í leikskólum að þá hafa foreldrar þurft að taka sumarfrí en það segir hérna í minnisblaði og fínu minnisblaði frá Ingibjörgu Hilmarsdóttur að þegar leikskóla dreifðust á tímabili var í boði að flytja börn milli leikskóla en eftir því var engin eftirspurn. Ég velti því fyrir mér hvort að við þurfum ekki að fá frekar upplýsingar eða bara kanna það hvernig staðan er. Varðandi, í fyrsta lagi veit að Hafnfirðingarnir gengu ansi langt og styttu þann tíma sem ætlast til að börnin myndu taka, eða tíman sem að börn væru í fríi frá leikskóla. Ég er ekkit viss að það myndi ganga hjá okkur með öll börn, veit það ekki, en þetta er örugglega ekki stór hópur en klárlega einn leikskóli. Þannig að ég myndi vilja og þar sem að sviðstjóri fræðslusviðs er hér að beina því svolítið til sviðsins að við skoðum þessi mál því að ég get alveg ímynda mér að þeir foreldrar sem hafa verið að taka mikið sumarfrí út af COVID-19 og lokun leikskólans séu í miklu vandræðum. En allavega að það er kannað. Takk. Já, Margrét Þórarinsdóttir og Kassi Hlós. Gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir, ég vil taka hér undir orð Margrétar Sanders. Það er þannig í pottum brotið að það eru margir foreldrar sem hafa og ég þekki það að eigin raun að það hafa margir haft samband og hafa miklar áhyggjur af þessu og búin að vera að takast í sumarfrí og annað þannig að það væri frábært að fá þessar upplýsingar og ég tel það bara alveg nauðsynlegt og þá hvað ætlum við að gera, hvernig ætlum við að bregðast við þessum upplýsingum sem við komum til með að fá. Takk fyrir. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð fræðsluráðs. Ef svo er ekki þá langar mig að bera fundargerðina upp við fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skifið merki og fundargerðin er samþykkt 11.0. Næst er að fundargerð lýðheilsuráðs og er orðið laust hana. Ég á í erfiðleikum með að greina á milli hvora voru undan þarna en Guðni Birna Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Velkomin í pontu. Kæri forseti, kæra þakkir, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Það er mér einskær ánægja að koma hérna upp undir fundargerð lýðheilsuráðs og segja frá lið 4 samstarfi Krabbameinsfélag Íslands og ég vil þakka lýðheilsufulltrúunum okkar, henni Guðrúnu Magnúsdóttir sem hefur verið að vinna í þessu máli ásamt fleira góða fólki. En Reykjanesbær skrifaði undir samning þann 11. maí aukna ráðgjafaþjónustu í sveitarfélaginu okkar fyrir krabbameinsveikt fólk. Og tel ég þetta algjörlegan tímamóta samning fyrir fólki okkar að þurfa ekki að sækja sér alla þjónustu til Reykjavíkur. Þetta er viðkvæmur hópur og þessu ber að fagna alveg gríðarlega og ég er svo stolt af þessu. Ég fagna þess líka að við erum að taka lýðheilsuna föstum tökum hér í bæ og munum fara í myndagerð að sýna grænusvæðin okkar og hjólastíðana og heilsueflandi samgöngur í bænum okkar og hvet ég ykkur bara til að fylgjast með þessu og fara í nýju göngustíðan okkar og sjá hvað Reykjanesbær hefur upp á að bjóða þegar vindin lygnir kannski.
En þetta er góður hlutur í gangi og þetta er frábær vinna. Díana Hilmarsdóttir hefur ákveðið að kveða sér ekki hljóðs. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur aftur á móti gert það, gerð svo vel Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég kem undir fundargerð lýðheilsuráðs. Varandi fyrsta mál, þá langar mig að rétt að tala mælaborð lýðheilsu hjá embætti landlæknis, en lýðheilsuráð fór yfir mælaborð og mun á næstu vikum í rauninni koma með mælaborð fyrir lýðheilsuráð í Reykjanesbær eins og embætti landlæknis hefur gert. En það eru svona nokkri þættir sem að mér langar að nefna sem að við í rauninni tökum og vinnum með sem er að koma fram oft í lýðheilsuvísum. Og í næsta mánuði munu einmitt birtast nýjir lýðheilsuvísar í júní fyrir Suðurnesin og við erum átt okkur á því að þetta er ekki bara íbúar í Reykjanesbæ, þetta eru öll Suðurnesin, við erum alltaf undir. Þannig að við erum að tala til dæmis þætti eins og hamingju, stuttan svefn fullorðina, streita fullorðina, virkan ferðamáta í vinnu, skóla, grænmetis- og ávaxtaneyslu, gosdrykkjaneyslu, reykingar og fleira. En það er mjög áhugavert að skoða þessa lýðheilsuvísa og ég er kannski ekki alveg að kaupa alla nákvæmlega þættina sem að koma og vísa í að sé eitthvað neikvætt sem við gerum. Til dæmis, þá myndi ég vilja fá að heyra hvernig er það mælt, hvernig fær embætti landlæknis það út að við drekkum mesta gosi fullorðið fólk að Suðurnesjum. Ég myndi vilja sjá hvernig það er mælt. Erum við að tala allar gosdósir á Keflavíkurflugvelli? Eða erum við að tala allt sem við kaupum í Netto og Bónus af gosi fullorðið fólk? Hvernig er þetta mælt? Við þurfum að skoða þetta betur. En það verður áhugavert að sjá nýja lýðheilsuvísa fyrir árið 2019, núna í næsta mánuði, og lýðheilsuráð mun skoða þá á næsta fundi. En að mál 2 hér heilsuhegðun, þá var samráðshópur sem er á Suðurnesjum heilsueflandi samfélög að mun hefja vinnu sinni næstu viku. Þetta er samráðshópur nr. 2 hér, þá erum við að tala lýðheilsuráð ásamt fólki sem bauð sér fram til að móta nýja lýðheilsustefnu fyrir Reykjanesbæ. Í næstu viku munum við hefja vinnu með þeim ásamt Guðrúnu Magnúsdóttur sem er nú þegar byrjuð að hefja undirbúning við stefnuna. Næstu helgi þá verður flottur ratleikur í Reykjanesbæ og við hvetjum alla fjölskyldur til að taka þátt í þessum viðburði, en hann er haldinn í samstarfi í rauninni við barnahátíð sem hefur alltaf verið haldinn á vorin. Og í stað fjölskyldudags þá að barnahátíð sem fella þurfti niður vegna samkomutakmarkana hefur brugðið á það ráð í samstarfi við skemmtigarðinn að bjóða upp á ótrúlega skemmtilegan þrautaleik fyrir fjölskyldur og þjóðstarta leið hreyfivikunni sem hefst formlega 25. maí. Mál 3 á dagskrá, þar var lýðheilsufulltrúinn Guðrún Magnúsdóttir að segja okkur frá styrkumsókn sem að samráðshópurinn sem ég talaði áðan á Suðurnesjum heilsueflandi samfélög er að starfa að, og þetta er styrkur sem að hópurinn vill nota í heimasíðu til að hanna í rauninni síðu með upplýsingum allt sem snýr að tómstundu barna og fullorðinna á Suðurnesjum. Númer 4 á dagskrá var samstarfi Krabbameinsfélag Íslands eins og Guðni Birna kom inn á og fagnaði því að þessi þjónusta er í boði núna í Reykjanesbæ. Og að lokum langar mig að nefna 5. lið sem er styrktarsjóð EBI, en þetta er í sambandi við kynningamyndband sem að lýðheilsuráð vill gera sem tengist grænum svæðum og heilsu- og hjólastígum, og ég myndi telja að þetta væri virkilega gott lýðheilsu markaðsefni fyrir Reykjanesbæ og stuðlar að heilsu íbúa. Takk.
Já, með leyfi fundarins þá langar mig nú að svara einni fyrirspurn sem að snýr nú reyndar að embætti landlæknis en ég hef smálega þekking á sem að snýr að hvernig menn finna út hverju drekka mest af gosi og ég get alveg tekið undir það. Man mætti ætla það að inn í þessum tölum væri Keflavíkurflugvöllur. Það myndi allavega, við myndum væntanlega ef hann hefur verið inni áður þá lítið drukkið af gosi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar þessa dagana. Þannig að næsta ás upplýsingar eru örugglega mjög sérstakar. En þetta sem sagt gert að hálfu embætti landlæknis og hluti af rannsókninni heilsa og líðan og þetta gert árlega, spurningakönnun sem sendir út árlega, handahófi safnað í þá púlli úr þjóðskrá en síðan á mann rétt 4 frekar en 5 ára fresti, þá gerð mun víðar, sem sagt víða meiri og stærri rannsókn sem og þið ykkar sem hafa fengið að taka þátt í henni vitið kannski hvernig hún fer fram en þá það sambandi fólk og það stór og mikill doðræntur af spurningum sem að sendur út og unnið úr þeim gögnum og þetta hefur embætti landlæknis gert í hartnær 10 ár ef ég man rétt og eru þetta gríðarlega góðu gagnagrunnur upplifun, heilsufarslega upplifun íbúa. Það sem að kannski má bæta þarna við það að það hægt ef að bæjarfulltrúar eða áhorfendur íbúar vilja kynna sér betur hvernig lýðheilsuvísar eru formaðir þá semst hægt að fara inn á heimasíðu embætti landlæknis og ef maður smellir á viðkomandi þátt þá hægt að fá upplýsingar það hvernig hann samansettur. Þannig að ég ráðlegg ykkur að gera það. Nú orðið laust fundargerð lýðheilsuráðs, fleiri sem vilja taka til máls. Ef að svo ekki þá langar með að bera fundargerð lýðheilsuráðs undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki og hún samþykkt 11.0. Nú næst það 7. liður á dagskrá fundargerð velferðarráðs frá 13. maí orðið laust. Guðni Birna Guðmundsdóttir hefur hvað sér ljós, gerð svo vel. Getið forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að koma aðeins og segja ykkur frá lið 4 í fundargerð velferðarráðs sem sumarúrræði fyrir fötluð börn. Ég veit ekki hvort þið vitið að við höfum rætt þetta eitthvað áður en við höfum verið með sumarúrræði fyrir fötluð börn að einhverju leyti núna undanfarin ár en svo var tekið sér til og auglýst þetta vel fyrir foreldra og við erum með aðsókn sem verður núna í sumar. Ég held að talan sé komin upp í 44 börn sem gríðarlega ánægjulegt og verður gaman að fylgjast með þessu verkefni og þetta líka býður upp á góð vinnuúrræði fyrir fólk hjá okkur sem getur unnið við þetta úrræði. Þannig að það verður mjög gaman að fylgjast með þessu hvernig tekst til. Nú mér langar að benda bæjarfulltrúum einnig á hversu ótrúlega flott velferðarsvið okkar en undir lið 6, aðgerðir á velferðarsvið vegna efnahagsáhrifa COVID-19, þá fylgir 13 blaðsíðna skýrsla sem að velferðarsvið setti fram sem tillögur til aðgerða 2020-2021 og þetta mjög ítarleg flott skýrsla, þetta skammtíma og langtíma úrræði, hvað hægt að gera, við hvernig hægt að bregðast við, alls konar úrræði sem við getum farið í á sviðinu, sumarverkefni fyrir börn, kjarnaóbyrgð velunur og virkni og annað bara nefna. Þetta gríðarlega flott skýrsla hjá starfsfólkinu okkar og hvet ég ykkur öll til að lesa hana og kynna ykkur hana og ég vil bara þakka fólkinu okkar aftur fyrir þessa frábæru vinnu. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér ljós, gerð svo vel Baldur. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Það þakka forseta fyrir þessa huggulegu tónlist sem við fáum hérna á fundunum. Hérna tónfundur tónlistaskólans og það skemmtilegt að rifja það upp að því að hérna í þessum sal
eru 3 sem að komu fram á tónfundi fyrir 40 árum í Keflavíkurkirkju og voru þá sem sagt rjóminn af nemendum tónlistarskólans. Já, en ég ætla ekki að tala um það, sko. Það er nokkuð mál hérna. Það er nýtt hjúkrunarheimili. Ég er bara innilega glaður að þetta verkefni sé komið þetta vel á rekspöl og við höfum sem sagt verið að vinna með Hrafnistu. Hrafnista hefur séð rekstur hjúkrunarheimilisins en hafa náttúrulega áratuga reynslu í að koma upp hjúkrunarheimilum. Þannig að ég held að þetta sé bara vel til fundið og muni örugglega reynast okkur vel að ganga til þessa samstarfs, stíga skrefi til fulls. Svo þegar við förum inn í mælaborðið og tölulegar upplýsingar þá náttúrulega fáum við róttökið hvað er mikil aukning þarna af þeim sem er að fá greinna framfærslustyrk, hvað stökkið er gríðarlegt milli ára og milli mánaða bara. Og það sem að ég bara, sem þá er ekki með undirbúna tillögu en við höfum rætt þetta áður að við þyrstum að gera úttekt á velferðarsviðinu, þá erum við ekki að meina að skoða eitthvað til að rífa niður sviðið, heldur að skoða starfsemina, hvernig erum við í samanburði við önnur sveitarfélög, hvernig er mönnunin hjá okkur, hvernig eru verkefnin, erum við að taka of mikið á okkur, erum við að gera þetta of óhagkvæmt og svo framvegis og það eru ýmis verkefni sem að stjórnvöld er að setja í gang, ýmis konar verkefni sem vera að auglýsa eftir sem getur verið til stuðnings í öllu þessum aðgerðapökkum sem er að koma fram. Þannig að ég er að velta fyrir mig að það eru komnir, sem kom fram í fundargerð lýðheilsuráðs, þá er þar greinilega kjarnakona, ég veit ekkert en örugglega ofboðslega góður starfsmaður, allavega með hvað er mikið bókað, Guðrún er að standa sig mjög vel með alla þessa anga úti. Þannig að ég er bara að henda því hérna fram að við sækjum pening til að gera þessa úttekt. Að við getum kannski fengið stuðning frá stjórnvöldum til að gera úttekt á þessu velferðarsviði vegna þess að það mæðir mikið á okkur. Ég held að ef þetta sé vel pakkað inn, þessu sé vel pakkað inn, að það væri hægt að ná í eitthvað. Þetta er bara svona átaksverkefni sem gæti hendað einmitt í þessu árferði. Eins og segi, ég dætti þetta bara í huga meðan ég satt hérna og las mig í gegnum fundagerðana, þannig að þetta er ekkert vandaður undirbúningur hjá mér, en ég vildi koma þess allavega frá mér og svo bara fylgi maður þess eftir. Takk. Orðið er laust. Guðbrandur Einarsson á kassi hljós. Gjörðu vel, Guðbrandur. Herra forseti, að því að ég átti nú kannski vona að ég myndi svara þessu en við erum í þessari úttekt. Það er talsvert síðan við samþykktum það að gera úttekt á velferðarsviðinu og ég veit ekki betur en að svo úttekt sé bara í fullum gangi og bæjarstjóri getur þá kannski upplýst okkur það hvar hún stæði en það er búið að samþykkja að fara í þessu úttekt. Þar höfum við það. Það eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi fundagerð velferðarráðs. Ef svo er ekki, bæjarstjóri yfir kassi hljós, Gjörðu vel, Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, já, það er sjálfsagt að svara bæjarfulltrúar Guðbrand og upplýsa ykkur það, en það var ákveðið að gera þetta í tvennu lagi og fyrri hlutin var að fara í greiningu á líðan og álagi starfsmanna og þeirri úttektir lokið og skýrslu hefur verið skilað til mín
en við erum að lesa hann yfir og við hefum fundi í næstu viku með Líf og Sál sem sálfræði þjónusta sem að tóka þessi verkefnið og eru reynd í því og munum þá fara yfir það með sviðsstjóra Heru Ósk Einarsdóttur og mannauðsstjóra Kristni Óskarsinni því að það ýmislegt sem kemur fram í þessari skýrslu sem að þarf að svona huga að og fara betur yfir og við munum að sjálfsögðu svo kynna hana fyrir bæjarráðið þegar þar að kemur. En síðari hluti þessar úttektar svo þetta sem að Baldur að tala og það var nú meiningin að reyna að gera þetta í sömu andrá en að tillögu eða það var svona niðurstaðan í samtal okkar að gera þetta í tvennu lagi og það er kannski sérhæðara verkefni. Það eru aðrir aðalega sem þurfa að koma að því. Þegar við förum að skoða verkefnin og hvort við erum að sinna réttu verkefnunum. Erum við að gera mikið einhverstaðar, erum við að gera lítið einhverstaðar, erum við að gera eitthvað annað, erum við að nýta fjármagn eins vel og hægt vantar meira fjármagn í málaflokkinn, er þetta mikið og svo framvegis. Þannig að það þá seinni áfangi verkefnisins eða úttektarinnar þegar að við höfum svona gert þessum fyrri hluta góð skil og búin að koma þeim tillögum sem þar eru í farveg. Já, Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðs. Gjör svo vel, Friðjón. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla nú að taka undir orð bæjarfulltrúar Baldur sem að leita allra leiða til að við getum sótt stuðning fyrir velferðarsviðið. Það er ljóst að núna í ár þá muni framlög úr jöfnunarsjóði og sveitarfélaga minnka verulega og hafa tölur verið nefndur alltaf 20% samdrátt í jöfnunarsjóði sem getur þýtt fyrir sveitarfélaga eins og okkur alltaf 500 milljónir. Þannig að ekki veitir af við ætlum að halda í horfinu. Ég held að niðurstöðu tölurnar fyrra hafi verið 2,5 milljarður tæplega þannig að þetta eru umtalsverðir peningar sem virðast vera að hverfa frá okkur úr jöfnunarsjóðnum. Þannig ekki veitir af að herða róðurinn í því að sækja okkur styrk. Já, mér langar að segja nokkur orðvæðandi þetta. Ég held að það liggi alveg fyrir eins og bæjarfulltrúi Baldur bendir á að það er að þyngjast róðurinn í velferðarmálunum. Og ef ég man rétt þegar lesin skýrsla sambands sveitarfélaga á Íslandi þá kemur auðvitað í ljós að til að mynda félagslegt húsnæði í Reykjanesbæ er hlutfallslega mikið með annars staðar. Svona fleiri þætti sem að kannski vert er að skoða einnig. Það hefur auðvitað verið gríðarleg fólksfjölgun hjá okkur á undanförnum árum og fjölgun starfsmanna kannski ekki endilega haldið í við það. Hefur gefið tilefni til þess að skoða það sérstaklega hvort að við ráðum vel við verkefnin og þegar úttekt sem þessi er gerð þá er líka mikilvægt að það sé vel skoðað hvort að hún sé vönduð og efast ég ekkert það að það verður áhugavert að sjá niðurstöður hennar. Líka vert að skoða hvort að allir þeir þættir sem að þurfa að vera undir séu teknir til greina og skoðaðir. Nú það sem að snýra að velferðarmálum á landsvísu. Mér finnst ekki ólíklegt ef að heldur áfram sem horfir að hér í haust og vetur þá verði róðurinn þannig að við verðum að leita til velferðarráðuneytisins varðandi úrræði sem snúa að velferðarþjónustunni okkar. Það eru ýmsar hugmyndir sem hafa nú þegar komið fram varðandi samstarf Reykjanesbæjar og velferðarráðuneytisins. Eitt af þeim verkefnum er verkefnið Vertu MEM sem ætlað er að tryggja börnum af erlendum uppruna tækifæri til þess að stunda íþróttir. Gríðarlega gott verkefni. Og það hafa verið nefndar hugmyndir eins og velferðarstofa Suðurnesja til þess að auðvelda aðgengi að velferðarþjónustu. Þá reyndar á Suðurnesjum öllum, ekki bara í Reykjanesbæ. Þannig ég tek heilshugar undir þetta og vonast til þess að við náum að
að styðja við og halda vel utan þennan mikilvæga málaflokk, sérstaklega núna þar sem að gefur á bátinn, og við þurfum að horfa til þess að hlúa sérstaklega vel að því fólki sem kemur til með að öllum líkindum þurfa á jafnvel frekari velferðarþjónustu að halda, eða í einhverjum tilvikum velferðarþjónustu að halda kannski í fyrsta skipti í ljósi aðstæðna. Nú, orðið er laust fundargerðir velferðarráðs, eru fleiri sem að vilja tjá sig fundargerðina. Ef svo er ekki, þá ber ég fundargerð velferðarráðs frá 13. maí upp fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skýða merki. Og hún er samþykkt. 11.0. Næst er það fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 14. maí og er orðið laust fundargerðina. Díana Hilmarsdóttir sýnist mér á öllu, hefur kvart sér hljóðskeið, svo vel Díana. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar, fundur nr. 241 frá 14. maí síðastliðnum. Lið 3 sem er lóðir Reykjaneshafnar. Þar er hafnarstjóra falið að afturkalla lóðaleigusamninga á 2 lóðum hafnarinnar frá árinu 2006, þar sem ekki hefur verið staðið við samningana samkvæmt 7. grein samningsins. En í þeirri grein segir að leigutaka beri að hefja framkvæmdir eins fljótt að verða má og skal þeim lokið innan 2 ára frá undirritun samnings. Ég er mjög hlynnt þessum aðgerðum stjórnar hafnarinnar og styð þær heilshugar. Þegar ekki er staðið við samninga þá ganga þeir tilbaka. Einnig langar mig að koma hér upp undir lið 6 sem er Thorsil EHF, og það blossaði upp í mér mikil gleði þegar ég las þessa bókun hafnarinnar að segja upp samningum sem undirritaðir voru 11. apríl 2014 uppbyggingu kísilverksmiðju iðnaðarsvæðis í Helguvík. Liðin eru 6 ár frá undirritun og það hefur gjörsamlega ekkert gerst. Greiðslur frá Thorsil hafa ekki borist og hafa verið gerðir samningsviðaukar sem engu hafa breytt. Engar greiðslur hafa borist og hefur Thorsil þar með ekki staðið við sína samningsskyldur. Að mínu mati því að það bara eitt uppsögn á samningi. Takk. Orðið er laust fundargerðir Hafnarráðs. Guðný Birna Guðmundsdóttir hefur kvart sér hljóðs. Kæri forseti, ef að geta bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir orð Díönu Hilmarsdóttir og sérstaklega hvað var það liði 6 varðandi Thorsil, og ég vil bara þakka stjórn Reykjaneshafnar fyrir einhug í þessu máli. Þetta er erfiður liður, þetta var þungt mál, þetta er búið að liggja okkur í mörg ár og ég fagna því að stjórnin hafi verið samtaka í því að rifta þessum samning. Þetta er fullt af tekjum sem við hefðum átt að vera búin að fá fyrir löngu síðan og við erum búin að byggja alls konar framtíðarplön á þessu. Nú verðum við bara að vera raunsæ á hvað verður gert til framtíðar og fara að plana nýja hluti í Helguvík. En flott í stjórn Reykjaneshafnar og bara takk fyrir. Það eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðsvarandi fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar. Ef svo er ekki, þá leyfum mér að bera fundargerðina upp við fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skýða merki. Fólk er víða salinn og mér sýnist að allir hafi samþykkt hana. Þannig að hún er samþykkt 11.0. Næst er það 8. liður á dagskrá ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2019 fyrir umræða og gef ég bæjarstjóra Kjartan Má Kjartanssyni orðið. Já, afsakið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er með mikill ánægju sem að ég mæli hér fyrir ársreikningi samstæðu Reykjanesbæjar 2019. En eins og bæjarfulltrúar hafa séð og hann hefur nú verið kynntur lítilega í bæjarráði, að þá er niðurstaðan okkur afar hagfelld og ég ætla nú að fara aðeins í gegnum það. En ég vil í upphafi málsins líka taka fram og ítreka að reikningurinn er enn í endurskoðun og það
Þið fundu nú aðeins fyrir því í dag að ég held að við höfum sendt ykkur 2 eða 3 ný eintök því að það eru enn að koma í ljós svona, ég vil segja minniháttar lagfæringar sem þarf að gera bæði orðalagi og einstaka liðum og ekki útilokað að svo verði áfram á milli umræðna og allar ábendingar frá ykkur kæru bæjarfulltrúar vel þegnar. En reikningurinn er með hefðbundnu sniði eins og þeim ber og ég ætla að leyfa mér með leyfi forseta að lesa hérna beint upp úr skýrslu áreitu bæjarstjórnar og bæjarstjóra, bara fyrstu málsgrein, en þar segir ársreikningur Reykjanesbæjar er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög um ársreikninga, reglugerð um bókhald og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneyti sveitarstjórnarmála um reikningsskil sveitarfélaga. Í ársreikningnum er gerð grein fyrir reikningsskil aðferðum og þeim breytingum sem á þeim hafa orðið frá fyrra ári. Og síðan er reikningurinn með hefðbundnu sniði, það er að segja, fyrst er gerð grein fyrir rekstrarreikningi samstæðunar og eins og glöggi bæjarfulltrúar átt að segja þá eru þessi dálkar lóðrétt niður hér í gögnunum ykkar annars vegar bæjarsjóður og hins vegar samstæðan samantekið á B-hluti. Þannig eru 3 liðir, það er annars vegar árið í fyrra, það er áætlun, eða sérst árið undan, það er sérst 2018, svo áætlun 2019, með viðaukum hafi þeir verið gerðir og svo niðurstöðu tölur 2019. Það er rekstrarreikningurinn, síðan kemur efnahagsreikningur og þá yfirlit sjóðstreymi og að lokum skýringar. Þannig að þetta er hefðbundið form eins og við þekkjum. Við langar hér í upphafi að með leyfi forseta að vekja athygli ykkar á því, ágætu bæjarfulltrúar, að það eru 3 stærðir í rekstrarreikningi sem eru einskiptisliðir sem að þrátt fyrir það að þeir bæti vissulega stöðu samstæðunar á síðasta ári og við að teknu tilliti til þessara einskiptisliða þá er niðurstaðan engu að síður okkur mjög góð og þessir einskiptisliðir eru í fyrsta lagi í tekjunum þar sem að kemur reiknu tekjufærsla vegna leigusamninga upp á 1288 milljónir og það er alveg viðbúið að þessi tala eigi eftir að breytast eitthvað lítilega, lækka hugsanlega. Það er verið að fara yfir það af endurskoðendum núna. Síðan kemur mjög stór tala í fjármunatekjum upp á 3.249 milljónir í fjármunatekjum og þarna inni eru þá 2,7 milljarðar cirka sem að við fengum út úr þeim mikla snúning sem varð á sölu hlutabréfa í HS Orku sem að voru áður í eigu annara sem að hafðu heimild til þess að skila þeim, vildu þeir ekki fjárfesta og þeir skiluðu hlutabréfunum og þá voru þau seld aftur í gegnum fjárfestingarsjóðin Ork eða sem að tali kallað Fork og á mun hærra verði sem skilaði Reykjanesbæ þessum ávinningi på 2,7 milljarða og þá töluðu þess að finna þarna í fjármunatekjum. Nú síðan er mínustala í afskrift skammtímakrafna á B-hluta 255 milljónir. Þetta eru kröfur sem að var samþykkt fyrir í vetur eða síðarhluta vetrar að fella niður á félögin Íslending og Útlending, daglegu tali kallaði Víkingaheimar, en þau félög skulduðu Reykjanesbæ í gegnum tíðina hafa skulda mun meira og það hefur verið smátt og smátt afskrifa og nú er það sem sagt búið að taka þetta stórt skref í þá átt. Þannig að rekstrarniðurstaða Bæjarsjóðs árinu 2019 eru 5.862.491. Í fyrra, eða ára undan 2018 var það 2,6 milljarðar og í samstæðunni eru þetta niðurstaða upp á 6,8 milljarða en árið á undan 2018 voru það 2,3. Og ef við skoðum efnahagsreikningin þá vil ég vekja athygli bæjarfulltrúa á því að fyrsti liðurinn leigðar eignir lækkar á milli ára
úr 7,8 milljörðum í 5,9 og ástæða þessa að þarna verið að færa eða þegar við tökum við eignum úr eignarhaldsfélaginu fasteign þá færast úr því að vera leigðareignir og niður í næsta lið fyrir neðan sem eru fasteignir, lóður og lendur en sá liður hækkar úr 9,6 milljörðum í 14,5 þannig að þarna svona smávili tilfærsla á milli liða og í eigið fé og skuldir á næstu síðu þá sjáum við að eigið fé hækkar af sömu ástæðu það efst á blaðinu úr 4,2 milljörðum í bæjarsjóði í 10,4 og að lokum í eigið fé og skuldir vil ég vekja athygli í bæjarfulltrúa á því að skuldir bæði bæjarsjóðs og samstæðunar að lækka marktakt voru í bæjarsjóði 29,1 milljarður árið 2018 en eru núna 26,4 hafa lækkað þarna tæpa 3 milljarða og í samstæðunni 5 milljarða sem að meðal annars vegna þess að HS Veitur hafa verið að gera upp eða greiða niður skuldir líka. Nú síðan kemur þetta sjóstreymið og ég ætla nú svo sem ekki að fara mikið yfir það en mér langar til þess að í skýringunum það eru nú margvíslegar og ég hvet bæjarfulltrúa hafi þeir ekki lesið þetta spjaldan á milli að gera það taka þetta með sér upp í sumarbústað og það fátt skemmtilegur en að lesa skýringar við ásendingin í bústaðnum en mér langar til þess að vekja athygli bæjarfulltrúa hér á skýringu 25 og með leyfi forseta þetta svolítið lestur en þetta fer mjög vel yfir málið að bara lesa þetta í heild sinni svo þetta sé þá til á bandi og hefst nú lesturinn. Bæjarsjóður Reykjanesbæjar og samstæða A og B hluta. Samkvæmt rekstrarreikningi Bæjarsjóðs árið 2019 var rekstrarniðurstaða jákvæð 5.862,5 milljón króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 4.102,4 milljónum króna. Eigið fé Bæjarsjóðs í árslok 2019 nam 10.242,6 milljónum króna og eigin fjár hlutfalli 27,90%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 8.391,6 milljónum króna, skammtímaskuldir 5.133 milljónum króna og veltufjárhlutfall 1,65. Heildarskuldir og skuldbindingar Bæjarsjóðs nema 26.472,4 milljónum króna og skuldahlutfall samkvæmt því 148,18%. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð og það það sem við erum að fylgjast með og horfa á og er búin að gera í mörg ár. Samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 88,69%, sjá nánar skýringu 26. Þetta sem sagt Bæjarsjóðurinn. Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðu A og B hluta árið 2019 nam hagnaður að rekstri 6.841,4 milljónir króna. Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 7.439 milljónum króna. Eigið fé samstæðu A og B hluta í árslok 2019 nam 26.177,4 milljónum króna og eiginfjárhlutfallið 37,3%. Samkvæmt efnahagsreikningi nema veltufjármunir 11.592,9 milljónum króna, skammtímaskuldir 5.538,8 milljónum króna eða 5,5 milljörðum og veltufjárhlutfall 2,093. Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta nema 43,995 milljörðum króna og skuldahlutfall samkvæmt því 185,95. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð 502 frá 2012 hins vegar 109,02%. Og þetta skuldaviðmið sem við erum búin að vera að berjast við núna mjög langt skeið að ná niður fyrir 150% og það núna komið í 109% að vísu samkvæmt nýrri
reiknisaðferð. Það breyttist þarna reglugerðin en að því að bæjarfulltrúar hafa réttilega óskað eftir því að líka fá upplýsingar innan gæsalappa gamla skuldaviðmiði, þá þýðir þetta í rauninni miðað við þetta eins og það var, miðað við eldri reglugerð, þá sem sagt skuldaviðmiðið að árið 2019 130,7%. Var 161,5 2018 en 130,7 2019 miðað við gömlu reglugerðina. Nú áfram heldur lesturinn. Á árinu 2018 var gengið frá samkomulagi á milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar skuldir hafnarinnar við Reykjanesbæ. Í samkomulaginu fólst að Reykjaneshöfn afhenti Reykjanesbæ landsvæði í Helguvík að verðmæti 4.600 milljónir króna, auk þess að gefa út nýtt skuldabréf upp á 3.295 milljónir króna. Með samkomulagi frá 3. september 2019 milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar var fallið frá vöxtum og verðbótum og skuldum hafnarinnar gagnvart Reykjanesbæ fram til ársins 2023. Á árinu 2019 gerði fjárfestingarsjóðurinn ORK, og þetta það sem ég var að segja áðan, upp kröfu Reykjanesbæjar á sjóðinn en bókvært verð kröfunar var 1.333 milljónir króna við uppgjörið. Uppgjör kröfunar nam 4.070,1 milljón króna og því færður hagnaður sem nemur 2.737,1 milljón króna eða 2.737,1 milljón króna eða 2,7 milljarðar í rekstrarreikning ársins. Í samkomulagi milli Reykjanesbæjar, eignarhaldsfélagsins Fasteignar og kröfuhafa þess frá 12. febrúar 2018 skjalfest að við uppgjör fagfjárfestingasjóðsins ORK á kröfu Reykjanesbæjar verði þeim fjármunum ráðstafað til lækkunar á skuldum eignarhaldsfélagsins Fasteignar EHF við kröfuhafa. Til að gangast við því keypti Reykjanesbær þær fasteignir í eigu félagsins sem ekki eru nýttar fyrir lögbundna starfsemi sveitarfélagsins á 2.943,9 milljónir króna og gerði eignarhaldsfélagi Fasteigna EHF upp skuldi við kröfuhafa sem hvíldu á þeim eignum. Síðan koma nokkur orð COVID-19. Ljóst að heimsfaraldur af völdum COVID-19 veirunar mun hafa veruleg áhrif á íslenskt efnahagslíf. Þannig mun faraldurinn hafa fjárhagsleg áhrif á Reykjanesbæ. Búast má við því að tekjur bæjarins dragist saman vegna minni umsvifa í atvinnulífinu og aukins atvinnuleysis og útgjöld muni aukast vegna atvinnuskapandi verkefna og aukinnar fjárhagsaðstoðar. Erfitt að meta endanleg áhrif á rekstur og efnahag bæjarins á meðan óvissa ríkir hversu lengi ástandi varir. Það mat bæjarstjórnar að rekstrarhæfi Reykjanesbæjar sé til staðar. Nú aðeins hér Reykjaneshöfn. Samkvæmt rekstrarreikningi Reykjaneshafnar nam hagnaður ársins 314,5 þúsundum króna. Samkvæmt efnahagsreikningi var eigið fé hafnarinnar neikvætt 1761,3 milljónir króna og eigin fjárhlutfall hafnarinnar neikvætt sem nemur 71,4%. Skammtímaskuldir eru 357,2 milljónir króna í árslok, veltufjármunir í árslok eru 185,4 milljónir króna og veltufjárhlutfall 0,52. Handbært fé frá rekstri árinu 2019 var neikvætt 12,9 milljónir króna. Fjárhagsstaða Reykjaneshafnar er verulega erfið og hefur verið unnið að endurskipulagning og skuldbindingum hafnarinnar undanfarin ár í samstarfi og samráði við eiganda hennar Reykjanesbæ. Hluti af þeirri vinnu hefur verið að Reykjanesbær hefur leyst til sín kröfu annarra kröfuhafa Reykjaneshafnar en þær sem snúa að lánasjóði sveitarfélaga. Samhliða hefur orðið tilflutningur á landi í eigu Reykjaneshafnar frá höfninni til Reykjanesbæjar sem greiðsla upp í hluta þeirra krafna. Þó liggur fyrir að eftirliggjandi skuldbindingar Reykjaneshafnar eru mun hærri en núverandi rekstur hafnarinnar getur staðið við. Að óbreyttu fyrirsjáanlegt að Reykjaneshöfn stendur ekki undir skuldbindingum sínum
og leita þar úrræða til þess að létta fjárhagslega skuldbindingar hafnarinnar og eða finna höfninu auknar tekjur og skapa henni þar með rekstrarhæfi til framtíðar. Með samkomulagi frá 3. september 2019 milli Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar, þar sem fallið frá vöxtum og verðbótum og skuldum hafnarinnar gagnvart Reykjanesbæ fram til ársins 2023, þó búið að tryggja rekstrarhæfi hafnarinnar fram að þeim tíma. Og svo nokkur orðum eignaðarfélagi Fasteign. Á árinu 2019 nam hagnaði félagsins 33,8 milljónum króna. Eigið fé árslok 2019 nam 215,2 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi að meðtöldu hlutafé af upphæð 2,8 milljónum króna. Bókfært verð fjármögnunarleigusamninga í árslok 2019 nam 7.893 milljónum króna og greiðandi þessara samninga eini hluthafi félagsins, þar að segja Reykjanesbær. Ég hef lokið þessum lestur af þessari skýringu. Mér langar aðeins ágætu bæjarfulltrúar og forseti að vekja athygli ykkar á nokkrum kennitölum í skýringum. Og í skýringu 26 á blaðsíðu 28 þar í efnahagnum þar verið að bera saman ári í ár og ári í fyrra og þar skuldaviðmiðið rakið sem nú 88,69% eins og áður hefur komið fram en var 122,55% í fyrra. Nú í 5 ára yfirliti Bæjarsjóðs þá það rakin líka íbúafjölgun og eins og þið sjáið þá voru íbúar í árslok 2015 14.924 en í árslok 2019 voru 18.000, þeir voru í árslok 2015 15.233 en í árslok 2019 voru 19.491. Þannig að íbúum hafði þarna fjölgað á þessu tímabili 4.000 rúmlega sem nú bara eins og stórt bæjarfélag út á landi. Og það líka ánægjulegt að skoða skýringar liðin sem heitir í hlutfalli við rekstrartekjur þegar við skoðum laun og launatengd gjöld að þá hefur það hlutfall lækkað, var 46,02 árið 2015 en á síðasta árið 2019 41,67%. Þannig að laun og launatengd gjöld taka minni skerf af rekstrartekjum heldur en áður, sem ánægjulegt. Nú, ég alveg að vera búinn, Fosti. Mér langar hér í lokin bara, í blá endan, að vekja athygli bæjarfulltrúa á síðustu málsgrein í skýringum á blaðsíðu 32, en þar segir engin veruleg frávik hafi verið greind af hálfu opinberra eftirlitsaðila eða endurskoðenda hvað varðar starfsemi sveitarfélagsins sem tengist umhverfis, félags- og starfsmannamálum, mannréttindum eða spillingar og mútumálum. Nú, virðulegur forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég legg þetta hér fram, fjármálastjóri mætt líka í salnum og við erum tilbúin til þess að veita svör við spurningum eins og við frekar getum ef einhverjar eru núna. Nú eða í mildtíðinni, við gerum ráð fyrir að forseti vísi þessum reikningi til annarar umræðu í bæjarstjórn þann 2. júní næstkomandi, en í mildtíðinni verði hann tekinn til meðferðar og umræðu í bæjarráði og við erum að gera ráð fyrir að endurskoðendur sem koma frá Grant Thornton að þeir mæti í bæjarráð annan fimmtudag 28. maí til þess að ræða og fara yfir og svara spurningum og ég vil hvetja bæjarfulltrúa til þess að senda okkur ef það einhverjar pælingar eða vangaveltur eða spurningar, senda það til okkur annarkot áður eða hafa það klart fyrir fundið þannig að það gefist þá ráðrúm til þess að skoða og skýra. Og síðan bara að lokum að þakka starfsmönnum sveitarfélagsins. Hér á þessu fundi hafa nokkri bæjarfulltrúar réttilega síðan ástæðu til þess að hrósa og þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar fyrir velunni störf í mörgum málaflokkum og ég get tekið undir það.
þeir eru allir að brillera og standa sig gríðarlega vel og í þessu tilfelli fjármálasviðið okkar sem að undir forystu Regínu Fannýju Guðmundsdóttur hefur stillt upp þessu reikningi og gert það með miklu myndabrag. Takk. Forseti þakka bæjarstjóra yfirferðina og gefur Guðbrandi Einarsinni orðið sem hefur beðið það. Gjör svo vel. Guðbrandur, velkomin í pontu. Virðulegur forseti, það er ekki hægt annað en að gleðjast yfir þessum ársreikningi sem að nú er komið fram. Ég minnist þess ekki að hafa séð viðlíka tölur í ársreikningi nokkuð tíman. En það er auðvitað bara þetta ársreikningar skýringar. Mikið hefur spilað með okkur og hjálpað okkur í þeim verkum sem er búið að vera að vinna og bæjarstjóri nefndi hér einskiptis atriði sem eru í reikningunum sem að gera þessa niðurstöðu svona eins og hún er, hafa væntanlega áhrif upp á rúma eða tæpa 4 milljarða. En engu að síður er þá niðurstaðan samt sem áður bara frábær að bæjarsjóður sé þá þrátt fyrir einskiptisaðgerðir að skila jákvæðri afkomu upp á einhverja 2 milljarða er bara frábært og langt umfram þær áætlanir sem að við gerðum ráð fyrir þó að og það er kannski, þar eru við samt líka svolítið að fylgja áætlunum. Við höldum okkur nokkurn veginn á þeirri áætlun sem gerð varðandi útgjöld. Men við höfum svona verið nokkurn veginn á áætlunni þar. Eins hefur verið áætlað nokkur rétt í þær launabreytingar sem að áttu sér stað á árinu. Þannig að það sem að við réðum í raun og veru við er eins og var reiknað með. Það hjálpar auðvitað til líka að vextir hafa farið mjög lækkandi og við njótum þess í fjármagnsliðunum. Salan á orkubyrjónum sem kemur þarna inn og síðan þessi reiknað tekjufærsla og á móti því eins og bæjarstjóri nefndi afskriftin á Íslendingi, hún færist á hinn endan. En enga síður, þetta er auðvitað bara frábært að geta staðið hér og farið yfir það að þetta er að ganga vel og hefur gengið vel og að við séum búin að ná markmiðum sem að sett voru hér 2014 tæplega 3 árum en gert var ráð fyrir eru auðvitað bara stórkostlegt. Í samningi sem gerður var við ráðherra á sinni tíma var ætlunin að ná skulda viðmiðinu í 150% fyrir árslok 2022 og við erum að sjá það langt fyrir neðan það á árinu 2020 hvort sem við notum nýja eða gamla viðmiðið. Eins og bæjarstjóri kynnti hér var gamla viðmiðið með 130% samstöðu en er núna 108 og þetta er auðvitað ástæðan fyrir því að eftirlitsnefndin sleppti okkur takinu og leiði okkur að bara sigla og sem að við erum að gera ágætlega. Við erum orðin synd held ég og getum þá tekist á við þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Mér þykir þetta ánægjulegt að sjá þetta hafa þróast með þessum hætti og ég ætla ekki að eigna einum eða neinum þetta. Það eru margir sem hafa lagt hönd á plóg, margir þurft að streða mikið til þess að láta þetta ganga og mikið af starfsfólki, frábæri starfsfólki sem hefur unnið dag og nótt til þess að láta þessa hluti ganga. Svo hefum við svona fengið að rífast og peksa þess á milli. En það er í sjálfu sér ekkert engu við þetta bæta. Við erum að sjá eigið fé aukast mikið að fara að eigið fé bæjarsjóðs sé að aukast þarna einhverja 6 milljarða.
Og þessi skuldaminnkun eða lækkun sem að bæjarstjórinn nefndi einnig, hún er þrátt fyrir það, undangengin ár, þrátt fyrir það að HS Veitur að vera að fjárfesta verulega undangengin ár. Og samkvæmt ársreikningi HS Veitna og efnahagsreikningi í árslok 2019 skuldaði HS Veitur rúma 16 milljarða en á árinu 2014 held ég að skuldirnar hafi verið 8,9 milljarðar. Þannig að skuldaaukning HS Veitna er verulega og ef þetta kemur ekki til lélegan rekstri heldur vegna fjárfestinga sem þeim þurft að ráðast í. Þannig að þetta á sér allt sinn stað í ársreikningnum okkar af því að við erum meirihluta eigendur í HS Veitum. En ánægjulegt að við séum að sjá skuldalækkun þrátt fyrir þessa miklu fjárfestingu hjá HS Veitum. Nú en við viljum að lokum leggja fram bókun að þessu tilefni. Við sem erum í meirihlutanum sem er svohljóðandi. Ársreikningur Reykjanesbæjar vegna ársins 2019 er í ágætu samræmi við fjárhagsáætlun ársins að teknu tilliti til þeirra einskiptisliða sem hafa verulega áhrif á niðurstöðu ársreiknings. Rekstrartekjur sveitarfélagsins á árinu 2019 námu 26,8 milljörðum króna samkvæmt samstæðureikningi. Rekstrartekjur bæjarsjóðs námu 17,8 milljörðum króna. Laun og launatönd gjöld sveitarfélagsins námu 8,8 milljörðum króna en starfsmenn sveitarfélagsins voru að meðaltali 976 talsins. Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 4,6 milljarða króna en að teknu tilliti til þeirra liða er rekstrarniðurstaða jákvæð 5,8 milljarða króna. Rekstrarniðurstaða samstæðu fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 9 milljarða króna en að teknu tilliti til þeirra liða var niðurstaðan jákvæð rúma 6,8 milljarða. Þeir einskiptisliðir sem hafa verulega áhrif á rekstrarniðurstöðu koma til vegna sölu og hlutabréfum í HS Orku upp á rúma 2,7 milljarða króna og síðan færist reiknuð færsla vegna leigusamninga til tekna upp á tæpan 1,3 milljarða króna. Þá er einnig afskrifuð skuld Íslendings sem er eigandi Víkingaheima við Reykjanesbæ að upphæð krónu 250 milljónir sem útséð var að fengist nokkur tíma greitt. Heildareignir sveitarfélagsins í samanteknum ársreikningi námu 70 milljörðum króna og heildareignir bæjarsjóðs námu 37 milljörðum króna í árslok 2019. Heildarskuldir og skuldbindningar í samanteknum ársreikningi námu 44 milljörðum króna og í ársreikningi bæjarsjóðs 26,5 milljörðum króna í árslok 2019. Eigið fé samstæðu námu 26 milljörðum króna og eigið fé bæjarsjóðs var 10 milljarðar króna í árslok 2019. Eigið fé hefur því aukist 6 milljarða á milli ára hjá bæjarsjóði og 8 milljarða hjá samstæðu. Skuldaviðmið heldur áfram að lækka og er nú 108,91% hjá samstæðu en 88,53% hjá bæjarsjóði. Það er ærin ástæða til að fagna góðri rekstrarniðurstöðu og þeirri staðreynd að Reykjanesbær er laus undan samningi við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga. Leið er rétt að benda á að heimsfaraldurinn af völdum COVID-19 mun hafa veruleg neikvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins á þessu ári og jafnvel lengur. Rekstrarniðurstaða ársins 2019 gerir það hins vegar að verkum að sveitarfélagið er ágætlega í stakk búið til að takast á við þær áskoranir sem þessu fylgja. Það er ekki síst að þakka frábæru starfsfólki Reykjanesbæjar sem unnið hefur ötullega að því að gera þessar aðstæður bærilegar fyrir íbúa sveitarfélagsins. Viljum við færa þeim bestu þakkir fyrir. Framtíðarhorfur Reykjanesbæjar eru hins vegar ágætar, þrátt fyrir tímabundna erfiðleika og áfram verður unnið að því að bæta aðstæður íbúa. Munum að öll él birtir upp síðir. Og undir þetta skrifar Jóhann Friðrik Friðriksson, Friðjón Einarsson, Díana Hilmarsdóttir, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjallsteð og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson.
Margrét Ólöf Sanders hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á ársreikningi og tek undir það að það er gleðilegt að hugsalega kannski ef til vill mjög líklega sé niðurstaðan góð. En af hverju orða ég það svona? Í gögnunum sem við erum með og inni á drifi okkar stendur stórum stöfum á ársreikningnum drög. Endurskoðendur koma í bæjaráð og fara yfir reikningin og fjármálastjóri fór yfir í bæjaráði, yfir reikningi með okkur og nefndi að það væri nokkur atriði sem ætti eftir að fara yfir með endurskoðendum. Það er dálítið sérstakt að þessi bókun er lögð fram núna með nákvæmum tölum því að ég tel eða við teljum allavega og gögnin eru þannig inni á drifinu að drög er að ræða. Og teljum við því ekki rétt að bóka drög. Takk. Orðið laust. Ársreikningi Reykjanesbæjar sem hér til fyrri umræðu. Guðbrandur Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Guðbrandur. Forseti, já, vissulega drög að ræða. Ég gerir samt ekki ráð fyrir að það verði einhverja stórvægilega breytingar á milli umræðna á ársreikningi, einhverja smávægilega gæti orðið. En eins og stendur í bókunum okkar, þá erum við að tala, segjum við til dæmis 7,8 milljarðar, það geti verið 7,8 eitthvað og ég held að það muni aldrei hlaupa til einhverja 100 milljóna. En að því að bæjarfulltrúi Margrét Sanders hissa á því að við skulum vera að bóka drög, þá vil ég bara biðja hann að fletta upp á hvernig forverar hennar í Sjálfstæðisflokknum gerðu þetta á sínu tíma. Margrét Þórarinsdóttir, bæjarfulltrúi, kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Margrét. Velkomin í pontu. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég verða játa það. Þetta kemur spánst fyrir sjónir að það sé verið að bóka þegar einungis drög er að ræða og ég er algjörlega sammála bæjarfulltrúa Margréti Sanders. Það hefði verið eðlilegra að þið hefðu komið með þessa bókun þegar þegar skýrslan væri fullkomlega tilbúin. Takk fyrir. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að nota tækifæri og þakka starfsfólki okkar alls þar hvar sem þeir eru hjá okkur í Reykjanesbæ fyrir frábært síðastliðið ár. Það er ekki annað hægt en að gleðjast yfir þessari niðurstöðu sem hér er lögð fram. Það er ánægilegt að sjá það eins og hefur komið fram áður að þeir liðir sem bæjarfulltrúar ráða yfir og er að standast. Áætlunargerðin hefur staðist mjög vel og gjaldahliðin er 400 krónum minni heldur en áætlunin var. Aðeins varðandi og ansi sérstakt að maður skulle tala hérna drög að því að hefðin í bæjarstjórn Reykjanesbæjar til margra ára er að leggja fram reikningin til endurskoðunar og vísa til bæjarstjórnar. Það hefur verið gert í fjöldamörg ár og þetta er ekkit öðruvísi núna þá og á milli umræðina í bæjarráði þá munu endurskoðendur koma endurskoðunarskýrslu og sínar athugasemdir og síðan kemur þetta endilega til dagskrár aftur í bæjarstjórn. En það er bara mjög sérstakt að þegar við erum að ræða þann best ársreikning sem sérst hefur í sögu Reykjanesbæjar að menn fara að hnýta í hefðbundin vinnubrögð bæjarstjórnar og endurskoðunar ársreikningi. Í stað þess að taka undir þessi gleðilegu tíðindi sem hafa gerst og gera okkur færum að taka á við COVID, að þá fara að menna í hnútukast út af því að þetta eru drög. Það er skemmtilegt að enda svona en það verður bara að vera þannig. En við allavega
sem leggjum áskrifningi hérna fram, meirihlutin, erum mjög glöð og ánægð og þetta mun ekki skemma þá gleði. Takk. Baldur Guðmundsson hefur passið hljóðskið svo vel, Baldur. Já, virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þegar við sitjum hérna og förum yfir ársreikningin og ég hlustaði á bókunina sem að Guðbrandur lagði fram, þá svona hugsaði með mér, já, ég geti jafnvel skrifa bara undir þessa bókun, sko. En það náttúrulega eins og kemur síðan fram, það er ekki að við séum svegt yfir þessari niðurstöðu, bara þvílík hamingja að það náttúrulega skrítið ástand núna, en við erum að gera upp síðasta ár og síðasta var bara mjög gott, bara gekk vel. En það komir þess að fram í ræðu bæjarstjóra þegar hann fari yfir þetta að síðan að drögin, fyrstu drög voru lögð fram, þá hafa verið gerða breytingar og þetta ekki búið, það bara kom fram. Og ég ekki að gera lítið úr bæjarstjóranum, hann bara sagði þetta og þetta það sem liggur á borðinu, að það ekki alveg búið að hreinsa þetta og það ekkert að því. En svo látið að því liggja að það varð að fara aðeins í sögubækurnar og reyna að pöngast eitthvað, sko. Að þetta var svona slæmt þegar Sjálfstæðisflokkurinn var og af því þetta var svona slæmt þegar Sjálfstæðisflokkurinn var þá megum við líka hafa þetta svona slæmt í alvöru, sko. Getum við ekki koma okkur upp úr þessum hjólförum. Bara að tala efnislega það, þessi ársreikningur frábær, ofboðslega góður. Það var nú aldeilis ef maður þyrfti að gráta það, að því að maður ekki meirihlutanum að þessi góður ársreikningur og ég ætla að fara í fíli yfir því og skammast yfir öllu. Eins og ég sagði, þegar ég hlusta á þetta, ok, já, ég geti jafnvel skrifað undir þessa bókun. En við finnst það bara góða ábending líka hjá báðu Margrétunum að þetta drög, þetta verk í vinnslu og það hefði ekki skaðað neitt þó að það hefði verið beðið með þessa bókun þegar alla tölurnar voru komnar á hreint þó að skeiki einhverjum 20 milljóna. En það var það sem ég langaði að segja. Ég mjög ánægður með þessa niðurstöðu. Ég ánægð með að það hefði gengið vel hjá okkur í fyrra og vona að við náum fótum í þessu erfiða árferði sem framöndan. Að við náum að viðspyrnu, að þetta fari í gang aftur og að við getum farið að vinna okkur aðeins upp úr þessum gömlu hjólförum, fara að vinna sem ein heild að verkefninu rekstur Reykjanesbæjar. Takk. Bæjarstjóri hefur passið hljóðskið svo vel, Kjartan Már. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér láðist að fara hérna yfir einn lið í málinu sem sundurliðin og launakostnaði síðasta árs af því að það þar sveifla upp á 51 milljón, 51,9 og þá vil ég aðeins útskýra það, en það þannig að launaliðirnir sem slíkir á öllum samtals á sviðunum innan áætlunar. Verður svo 40,8 milljónum undir áætlun með það sem lagt var upp með. En síðan kemur hérna viðbótar orlofsskuldbinding sem skýrist af tvennu, bæði náttúrulega fjölgun starfsmanna á tímabilinu aðeins en
en líka vegna þess að við erum komið með betra kerfi til þess að halda utan orlofsskuldbindinguna og erum að reikna hana upp. Og þá förum við aðeins yfir launaáætlunina. Og ég ætla með leyfi forseta bara að rekja þetta því ég held að þetta sé ágætt í umræðinu, en fjölskyldu og málaflokkur 02, fjölskyldu og félagsþjónusta, var 50 milljónum undir launaáætlun. Fræðslu og uppeldismál, og höfum í huga að hafa voru gerðir stóri kjarasamningar á síðasta ári. Fræðslumálin hjá okkur, sem eru náttúrulega meira en helmingurinn að þessu öll saman, nær 60-70%, fer 35 milljónir yfir í launalið, 104%. Menningamálin eru 3,9 milljónir yfir, íþrótta- og tómstundamál eru 1900 og 2000 undir áætlun. Skipulags- og byggingamál eru 1556.000 undir, 1,5 milljón undir. Atvinnumál eru 14 milljónir undir. Sameiginlegur kostnaður, sem meðal annars bæjarstjórn og stjórnsýslan og þetta sem oft hefur verið rætt hér, er 4,4 milljónir undir áætlun. Eignasjóður er 1330.000 undir, umhverfismiðstöð er 6,2 milljónir undir, þannig að samtals eru launin 40,8 milljónir undir áætlun, sem er náttúrulega lítið í stóra samhenginu því að við erum með launatölur upp á 7.326.445.228 krónur. En það sem að þarna munar mest er annars að þetta sem við erum að tala um áðan, viðbótarorlofsskuldbinding, og hins vegar uppgjör við brú lífeyrissjóð upp á 34,9 milljónir. Já, orðið er laust. Gunnar Þórunnsson hefur hvað sér hljóðskis, vel Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Já, þetta er vissulega góðar tölur sem að koma út úr þessum ásökningi. Ég tek undir það sem hér hefur komið fram að það er nú kannski full snemmt að fara að hreykja sér ofa af þessu. Það á eftir að, og bókum þetta, þá eftir að fara yfir þetta bæði af okkur bæjarfulltrúunum og endurskoðendum og við skulum bíða og sjá. Hryggist ekki í þessu þetta þessi fengur sem fengum út úr ársjónum til þess að stofna fyrir margt löngu síðan, eða 2013, og vitað að árið 2018 þá var það vitað að þetta var til staðar. Nákvæmlega ekki eins og talan segir núna, en 2,9 milljarðar er eitthvað staðar nálætti, það er alveg rétt. Og þannig að, jú, ef mann að fagna þessu ári, þá er þetta í raun og veru, þessi 2,9 milljarðar ekki endilega árangur. Heldur bara happdrættisvinningur sem var búinn til fyrir löngu síðan. Já, við höldum áfram með umræðina. Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðskis, vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get nú eiginlega ekki alveg bundist yfir þessum orðum Gunnars Þórarinssonar bæjarfulltrúa það að þetta sé eitthvað sem hefði legið fyrir að það kemur 2,7-8 milljarðar inn í bæjarsjóð. Ég veit að hann var aðilað þeirri bæjarsjóð sem gerði sameiningu sínum tíma, en þetta er aldeilis röng túlkun á hlutunum heldur en þá var. Aðeins bara til að rifja það upp í síðasta skipti. Þessi samningur sem gerði var við Magma var upprunalega tengdur álverði. Þá var talað í fjölmiðlum hérna að þetta veri 4 milljarðar sem þetta bréf myndi gefa okkur. 4 milljarðar því að það var tengdur álverði. Síðan breyttist það.
Samningurinn rann sitt skeið, Magma neitaði að borga og bauðst til að borga 700 milljónir fyrir skuldabréfið, 700 milljónir. Þá ákvað meiri hluti bæjarstjórnar að hafna því og krafðist uppgjörs og tók bréf HS Orku í staðinn. Reynt var að selja þessi bréf mörgum sinnum en í hvers skipt sem þau fóru á sölu þá höfnuðu lífeyrissjóðirnir og þeir aðilar að kaupa bréfin. En fyrir lukku okkar allra að þá var erlendur aðili sem bauði bréfin og sá aðili var svo óöppin að skuldbundi sig til að greiða yfirverð fyrir bréfin sem að gat síðan ekki klárað og þurfti að skilja eftir peninga samkvæmt samningnum. Síðan komu lífeyrissjóðirnir ásamt erlendum aðilum og keyptu upp bréfin. Þessi saga og þessi leið hefði enginn í veröldinni geta séð fyrir að geti gerst. Í bókum bæjarins var þessi tala komin niður í 1300 milljónir og tilboði sem við fengum voru 700 milljónir. En við duttum í lukkupottin. En allt hitt í ársreikningunum er ekki lukkupottur. Það veit bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson mjög vel. Var þau laust? Guðbrandur Einarsson hefur gott sér hljóskið svo vel. Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég ætla að vera glaður í dag. Ég ætla ekki að hreykja mér af einu og ég held að ég hefði ekki gert það upp í pontaðan. Ég er fullur og auðmýkt yfir því að þetta sé að ganga svona og eins og ég sagði, margt hefur gengið okkur í hag. Vonandi gerist það áfram. Það er ekki hver sem getur selt sama hlutin tvisvar. En Reykjanesbær lánaðist að gera það og við græddum bara, ég ætla að þetta ekki verið heilt milljarður á því. Getum verið voðalega kátt að hafa geta selt sama hlutin tvisvar. Vissulega er þetta drög. Ég er bara sammála því að þetta séu drög. En ég hef bara aldrei komið hér upp í pontu. Ég er búin að vera í bæjarstjórn í 14 ár. Skamma fólk fyrir það að það ákveði að leggja fram einhverja bókun. Ég ætla bara að fá að ráða því hvenær ég legg fram bókun. Ég veit ekki betur en að Margrét Þórarinsson dóttir bæjarfulltrúi hafi verið bókuna mistari á síðasta ári. Ekki gerði ég athugasemd við það. Og það er ekkert óeðlilegt við það þegar það komi drög ársreikningi að við flytjum þær fréttir sem að í ársreikningum standa, komum því á framfæri. Ég var ekkert að segja það bæjarfulltrúi Baldur að þetta hafi verið svona slæmt áður og þess vegna séum að ég taka upp einhver ósiði. En munurinn á þeim tíma og núna er að við gerum grein fyrir einskiptishlutunum núna í bókun. Við látum vita því þetta var ekki allt okkur að þakka. Við vorum heppin og við höfum góða starfsmenn. Já, ágætu bæjarfulltrúar. Við leyfum fundarins langar með að segja nokkur orðum þennan ársreikning sem að hér er til fyrstu umræðu. Það er auðvitað fagnaðar efni að hann skuli vera vel yfir núllinu og miklu meira það. Og ég held sé óþarfi að fara í einhverja söguskýringar einstakar liði þess. Það þekkja flestir. En mér langar að ræða aðeins framtíðina. Það er mín trú að það kannski, eins og bæjarfulltrúi Baldur hefur svo sem bent á að það er allt og ekki til umræði í bæjarstjórn sem er bara ágætt, svo lengi sem það á við þann lið á dagskránni sem umræðir. Og hér erum við að tala fjármál sveitarfélagsins sem eru mjög veigamikið þáttur í starfsemi bæjarins og grundvöllurinn fyrir öllum þeim rekstri og þeim fjölmörgu þáttum sem að bæjarinn stendur í á hverjum tíma. En ég held að það sé óhætt að
minnast á það á næstu misserum og árum þá mun landslagið án efa breytast töluvert. Við erum að ganga hérna hraðbyr í ljósi COVID inn í 4. iðnbyltinguna ég held, sem að mun eflaust gera það verkum að störf munu breytast, þjónusta sveitarfélaga við íbúa mun breytast. Kannski á heildina litið verður ekki fækkun á störfum en þau munu eflaust taka breytingum, fækka í einhverjum liðum og fjölga kannski í því sem að snýra persónulegri þjónustu íbúa. Og að þessu tilliti hefur meiri hlutinn og yfirlega með stuðningi allra í bæjarstjórn verið að horfa til þess að reyna að mæta þessari framtíð. Og það hefur meðal annars gert með framtíðarnefndin okkar. Við höfum verið að skoða þætti sem að snúa að þjónustu bæjarins, tækni og frekari þjónustu sem að kemur vonandi til móts við þessar þarfir sem að við okkur blasa í framtíðinni. Það er auðvitað mjög gott að eiga borð fyrir báru á þessum tímapunkti, en mér langar samt að minna á það að við erum á þeirri vegferð að reyna að ná betur utanum þá þætti í rekstrinum sem að snúa að skuldum, endurfjármögnun þeirra og reyna eins og við getum að nýta fjármagn bæjarbúa sem best í þjónustu við þá sjálfa. Vegna þess að þegar allt kemur til alls þá eru þetta peningar bæjarbúa sem við höldum á. Það er mikið ábyrgðar hlutverk og það hefur verið svo vegferð þessa meirihluta að reyna að lækka álögur á bæjarbúa, fasteigna gjöld til að mynda hafa verið lækkuð í tvígang, ef ekki þrígang. Og það var sannlega ætlun að gera enn frekar á þessu ári, en við okkur blasir auðvitað fordæmalaus staða og þess vegna verð ég að segja að ég er mjög ánægður með samstarf í bæjarstjórn sem að snýra að þessum veirufaraldri sem við erum eiga við. Okkur hefur tekist á undanförnum vikum að saminast töluvert mikil útgjöld af hálfu sveitarfélagsins til þess að mæta þeim bráðavanda sem að blasir við. Ég man ekki eftir því og er svo sem ekki gamall í hettunni hér en hef nú fylgst ágætlega með bæjarmálum í gegnum tíðina að sveitarfélög hafi brugðist eins hratt við. Og ég held að sú vinna sem að við höfum séð á undanförnu af hálfu starfsmanna bæjarins og bæjarstjórnar sé til algjöra fyrirmyndar. Og nú ef við höldum saman áfram á þeirri vegferð þá vonast ég til þess að við getum komist í gegnum COVID-19 og nýtum þá fjármuni sem að sveitarfélagi vonandi hefur til þess að bregðast við á sem bestan hátt. Því það skiptir máli í hvað við erum að setja fjármagnið. Og núna liggur alveg fyrir, og ég held að allir bæjarfulltrúar og íbúar sveitarfélagsins gerir sig grein fyrir því, að það er víða þörf nú þegar. Í ægi til flestum málaflokkum sveitarfélagsins. Þannig að ég fagna góðum ársreikningi og ég vænti þess að hann taki ekki miklum breytingum á milli umræðina. En við erum með 2 umræður hann vegna þess að þetta er veigamikil þáttur í starfsemi sveitarfélagsins. Og munum þá ræðan einnig í bæjaráði þess á milli. Nú orðið er laust ársreikningin, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Ef svo er ekki, þá langar mig að vísa ársreikningi sveitarfélagsins fyrir árið 2019 til annar umræðu sem er 2. júní næstkomandi. Óska eftir að bæjarfulltrúar gefi leyfi fyrir því. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skeiðmerki. Og það er samþykkt 11:0. Nú ekki er fleira á dagskrá fundarins í kvöld og geri ég nú hlé á fundi til þess að gengið sé frá fundargerð.
589. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkjanes í Hljómahöll 19. maí 2020 kl. 17. Og viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margreta Sandes, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Og fyrsta mál fundargerðir bæjarráðs frá 7. og 14. maí. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar og til máls tók Margrét Þóransdóttir Miðflokki og lagði fram eftirfarandi tillögu og með leyfi forseta mun ég ekki lesa frá tillögu en hún barst rafrænt. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Margreta Sandes, Margrét Þóransdóttir, Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Gunnar Þóransson, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Baldur Þótt Guðmundsson. Og til máls tók Friðjón Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta þá mun ég ekki lesa þá bókunni hún barst rafrænt. En undir þá bókun skrifa Friðjón Einarsson, Styrmi G. Fjellsteð, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson. Og til máls tóku Baldur Þótt Guðmundsson, Margrét Þóransdóttir, Guðbrandur Einarsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Til að Margréta Þóransdóttir var borin undir atkvæði, Margrét Þóransdóttir, Margreta Sandes, Baldur Þótt Guðmundsson, Anna Sigurður Jóhannesdóttir greiddu með tillögunni, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi J. Fjellsteð, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir og Guðbrandur Einarsson greiddu á móti tillögunni og Gunnar Þóransson sat hjá. En fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. maí. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 8. maí til sérstakrar samþykktar. 4. liður, Dalshverfi 2 deiliskipulag var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 5. liður, Dalshverfi 3 nýtt deiliskipulag var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 8. liður, aðalgata 21 fyrirspurnum íbúðarými í bílskúr var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Og 9. liður, Mýrdalur 1 fyrirspurnum stækkun og byggingarreit og aukin nýtingarhlutfall var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 10. liður, Sólvallagata 26 fyrirspurnum byggingu bílskúrs á lóð var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu og 12. liður, Framnesvegur 14 stækkun og bílastæði samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 13. liður, Hafnargata 36 aðgengi var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. 17. liður, Brekadalur 65 fyrirspurn var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu og 19. liður, Hólmbergsbraut 9 andmæli var samþykktur með 11 atkvæðum án umræðu. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tók Margrét Þóransdóttir og fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Og 3. máli fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 7. maí. Forseti gaf orðalaust fundargerðinnar og var hún samþykkt 11:0 án umræðu. 4. mál fundargerð fræðsluráðs frá 8. maí. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og Margreta Sandes og fundargerðin samþykkt 11:0. 5. mál fundargerð lýðheilsuráðs frá 13. maí. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Guðný Birna Guðmundsdóttir, Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og fundargerðin samþykkt 11:0. 7. mál fundargerð velferðarráðs frá 13. maí. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tóku Guðný Birna Guðmundsdóttir, Baldur Þótt Guðmundsson, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Friðjón Einarsson og Jóhann Friðrik Friðriksson og fundargerðin samþykkt 11:0. 7. mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 14. maí. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir og Guðný Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin var samþykkt 11:0. Og 8. máli ársreikningur Reykjanesbæjar og stofnana hans 2019 fyrir umræða. Forseti gaf Kjartani Má Kjartanssyni orðið og kynnti hann ársreikninga Reykjanesbæjar og stofnana hans. Forseti gaf orðið laust til máls tóku Guðbrandur Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjaneshafnar, beinna leiðar Samfylkingar og Framsóknarflokks og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunina en hún barst rafrænt. Og undir bókunina skrifað Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Jóhann Friðrik Friðriksson og Díana Hilmarsdóttir. Og til máls tóku Margreta Sandes, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þóransdóttir, Friðjón Einarsson, Baldur Þótt Guðmundsson, Kjartan Már Kjartansson, Gunnar Þóransson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Og samþykkt 11:0 að vísa ársreikningu til síðari umræðu 2. júní næstkomandi. Ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð fundarins fyrir. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vil senda skeiðamerki. Fundargerðin samþykkt 11:0. Þá ekki fleira sem liggur fyrir fundinum og slíti honum hér með. Góða stundir.